Já, velkomin á Rauða borðinu. Aftast í þættinum að þá kemur hún Soffía Auður Birgisdóttir og ræðir við mig Virginíu Woolf, feminisma hennar, Virginíu sjálfa, snill hennar. En Soffía Auður var að senda frá sér þýðingu, útlínur liðins tíma, en hún þýddi Orlando fyrir nokkrum árum og líklega kemur svo bók líka við sögu. Við skulum velta okkur fyrir á hverju Virginia Woolf á erindi við okkar tíma, en bókin er 80 ára gömul. Þeir koma hérna líka Vilhjálmur Hjálmarsson sem er formaður ADHD-samtakana og Ragnar Freyr Ingvarsson sem er formaður Læknafélags Reykjavíkur. Það er furðulegt ástand komið upp í heilbrigðismálum, það ríkir bara semur ekki við sérfræðilækna og nú velta þeir öllum kostnaði yfir á sjúklinga. Þeir senda á sjúkratryggingana samkvæmt löngu útrunnum samningi, en það sem þeir segja sé kostnaðarauki sem sjálfsög ekki þetta efast að verðbólga og það flæðir alltaf áfram í samfélaginu að hverju borga það, ríki borgar það ekki og þá þýðir að sjúklingarnir borga það og það náttúrulega bitnar harðast á þeim sem er helst að nota læknaþjónustu. Þeir koma hérna og ræða þetta saman við hana Maríu Pétursdóttur sem er hérna og ætlar að segja okkur fréttir dagsins. Já, kannski svona helsta í fréttum er kannski það að Efling er komið með kröfur og það eru sem sagt, lagt fram tilboð til samtaka atvinnulífsins. Já, það er sem sagt að Efling vildi hafa 3 ára samning. Já. En svo eru allir að fara að semja stuttasamning, stutt af ríkisstjórninni og fleirum. Já. Þannig að samningarnefnd Eflingar fór heim. Þau eru hans búin að breyta, er það ekki? Nei, kliftu bara aftan að þessu. Þau kliftu bara aftan að, já. Við fjöllum nú einhvern tímann þetta, en ég að því að blöskraði svolítið fréttir í dag af þessu. Þá er það fjallum það að sko eins og Efling vel að koma með einhverja gaggalagú kröfur. Já, einhverja óraunhæfar kröfur. Já, og það var ekki bara það að Halldór Benjamín var að svona gefa þeir í skín, heldur lét allir fréttamennir þannig, eins og það væri eitthvað. Já. Og hann ég bjóð til svona graf sem ég ætla að reyna að útskýra fyrir þér. Komum við fáum það upp. Sko, þarna er rauða línan langt fram að okkar tíma, þetta er alveg til 2014. Er raunverulega bara lágmarkslaunin á verðlaginu eins og þeir í dag. Þannig að þetta byrjar þarna þegar ég held að lágmarkslaunin hafi verið 214.000 krónur hann í ársbyrjun 2014 og svo sérðu það að vera hækkaðu þarna í áfengum, bæði í samningunum sem gerði 2015 og svo merki hann inn þegar lífskjarasamningarnir byrja. Og svo hækkaði þess að launin hækkaða og svo kemur verðbólgun og étur það. Já. Og ef þú hefur áhuga á verðbólgu, að þá sérðu það gerist eiginlega ekkert svo mikið á milli hækkananna lengi framan af. Nei. Og við höfum nú fjallað þetta, hann kom hingað í sett, hann Ásgeir Danielsson sem var hagfræðingur í Seðlabankanum. Það sem að kom í ljós það er ekki hægt að sýna fram á það að hækkaninnar í samningum 2015 og lífskjarasamningunum hafi leitt til verðbólgu. En síðan byrja verðbólgan að kræla á sér. Fyrst og fremst vegna hækkunar á húsnæðisverði. Og þú sér kannski, ef þú vilt vera að rýna í þetta, þá er það kannski hækkunin svona þriðja hækkunin inn í lífskjarasamningana, þá er svo hækkunin étið mjög fljótt upp, en það er vegna hækkunar á húsnæðisverði sem var út af vaxtalækkun Seðlabankans, annars vegar að það voru innbyggt inn í forsendur lífskjarasamningsins, en hins vegar sko fór hann að lækka miklu meira í COVID og þá fer það að éta upp og svo sér næstu hækkun og þá er þetta mjög fljótt að éta upp og þá erum við komin á okkar tíma þar sem að línurnar klofna. Rauða línan er tilboð samtaka atvinnulífsins, en bláa línan er tilboð Eflingar. Við getum líka sett bláa línan sem kröfur Eflingar, en þá verðum við líklega að segja að rauða línan er kröfur samtaka atvinnulífsins. Það er ekki tekið til því, það er aðeins tilboð og kröfur. Nákvæmlega. Bláa línan, hún rísu upp. Já, og hún er í rauninni bara svona eins og eðlilegt, hefði verið eðlilegt framhald. Sko. Eðlilegt framhald og leiðrétting. Akkurat. Því að svo verðum við að horfa á það að vera að semja núna í verðbólgu sem er 9,4%, komið nýja tölur í morgun, og verðbólgan er ekkert að fara. Nei. En þannig er meira gert ráð fyrir sko verðbólgu eins og er í þjóðhagsspá Hagstofunnar og hún gerir ráð fyrir að verðbólgan næsta ári verið 5,6% og
auðvitað getur það gerst sko. Það ýmsar kenningar að hluti af þessari hækkun erlendis sé komin fram og mun ekki halda áfram. En þú getur líka sagt að það bara allt eins líklegt að við verðum með 9% verðbólgu næsta ári. En þetta gert ráð fyrir 5,6% verðbólgu og ef við horfum á bláu línuna, hvar hún endar í árslok næsta árs, eða ég held að það sé endar í janúar 2024 og dregur línuna þarna eftir sem fjólubláu línuna, þá þetta bara eins og ástandi var skást fyrir COVID. En það sem að Samtök atvinnulífsins að leggja til, ef við drögum línuna, rauða punktalínan, að þar verið að raunverulega leggja til að all kaupmáttaraukning sem var á tíma lífsgæðasamningsins hverfi og hún verði raunverulega bara svipuð hún var mitt ár 2017. Já, þannig að þú veist, það látið eins og Eflings að koma fram með eitthvað dónatilboð. En málið það sem að Samtök atvinnulífsins að leggja fram, studd af stjórnvöldum og Seðlabankanum, náttúrulega bara algjör ruddaskapur. Það náttúrulega bara algjörlega gagú. Já, og það alveg óþolandi að hlusta á það alltaf í fréttum hérna, að það séu þeir sem að vilja viðhalda kaupmætti fólksins sem ávalla fyrir til hnífs og skeiðar. Kemst eiginlega ekki í gegnum mánamótin og ef við tökum enda stöðun á þessu eða bara hvað myndi gerast núna í dag ef við farið að kröfum Samtaka atvinnulífsins þá ætti einstaklingur þegar við erum búin að borga framfærsluna eins og það hjá umboðsmanni skuldara þá ætti hann 105.000 krónur upp í húsnæði og þú færð mögulega herbergi með aðgangi að salerni yfir miðjan daginn, eitthvað svoleiðis, ég veit ekki fyrir það. En kröfur eða tilboð, Eflingar, það myndi skila 135.000 krónum upp í húsaleiguna. Það ekki meira það. Nei, það ekki meira það. Ég herði líka svona áleika í útvarpinu í dag, það sem að einhvern veginn það fréttamenn eða útvarpsmenn eru ekki heldur að leiðrétta einhver svona rugl varandi Sólveigu og það sem Eflingar leggja fram. Þetta náttúrulega ekki til lagi, Já, var ekki verið að tala höfrungarhlaupið á bylgjunni? Jú, höfrungarhlaupið og útvarpsmennin bara þá var það þannig að ef að láglaunafólkið fær hækkun sem að dugar því út mánuðinn að lifa af að þá munu aðrir hækka og það talað eins og það sé eitthvað lögmál. Já, og það sé þar að leiðandi á ábyrgð láglaunafólks á einhvern nátt sem náttúrulega alveg frálegt. Þannig að láglaunafólkið til þess að fólki sem með 800.000 eða 1200.000 á mánuði spenni ekki hér allt upp svo að hér verði verðbólga og efnahagsáran að þá á láglaunafólkið að sætta við það að fá laun sem að dugar því kannski til svona 23. að lifa af. Svo að bara svelta það sem eftir mánaðarins, stolt yfir því að hafa lagt hungur sitt að mörkum til þess að allir aðri geti fengið. Þetta er bara umræðin á alveg svo stjórnlu skalinn. Já, hún það nefnilega. Já, hún það. Og sérstaklega því að kjarasamningarnir núna langmikilvægasta máli sem í gangi. Og að fjölmiðlarnir Bylgjan eða RÚV eða Fréttablaðið eða Morgunblaðið geti ekki komið með eðlilega fréttir að þessu. Heldur stilli þessu upp sem eitthvað svona freka fólki sem að búa til óróa, góða fólki sem að viðhalda stöðuleikunum. Og hverju eru góða fólkið? Það er Halldór Benjamín félagar sem eru taka til sín allt sem að geta, bara hann sjálfur í launum, en síðan hefur komið fram að hagnaði fyrirtæki voru aldrei verið meiri, arðgreiðslur hafa aldrei verið meiri. Við bentum á það á samstöðunni núna helgina að gjaldþrot fyrirtækja hafa aldrei verið lægri og þá erum við ekki að tala svona sjónamun lægri, við erum að tala þau eru kannski svona 1/4 af því að stundum talað að náttúrulegt atvinnuleysi sem nýfrjálshyggjuleg kenning sem fyrirtæki eigendur nota til þess að hafa kannski svona 5% atvinnuleysi svo að sé alltaf eftirspurn eftir vinnu, þannig þeir geti haldið verðlagi vinnuna niðri. Ef atvinnuleysi fer niður fyrir 2% þá þurfa þau að fara að hækka launin til þess að fá starfsfólk til
til sín. Þannig að það er náttúrulegt atvinnuleysi, þannig að það sé nógu mikil þörf fyrir fólk til þess að fá vinnu, bara einhverja vinnu, þannig að það selji sig ódýrt. Við getum líka að tala náttúrulegt fjölda gjaldþrota, að það er óeðlilegt að gjaldþrot verða alltaf fá. Það þýðir það að illareki fyrirtæki sem að framleiða vöru sem engin eftirspurnir eftir, eru vondi vinnustaðir og eru bara léleg fyrirtæki, að þau halda áfram að lifa. Og það sem aldrei sett við þetta og skoðar þetta að þetta gerist í COVID að allt inn í COVID þá hætta fyrirtæki að verða gjaldþrota. Af hverju það? Af því að í COVID þá notaði Sjálfstæðisflokkurinn tækifærið með blessun Framsóknar og VG við að búa hér til eitthvað fáránlegt velferðarkerfi fyrirtæki. Þannig að það var dælt peningum í fyrirtækin, VR og ASI hafa bent á munin sem að fór. Þú veist, það var svona mikið til þess að mæta þörfum fólk sem að misti vinnuna, hrapa niður í tekjum, fólk sem lendi í vandræðum að því að gat ekki sótt þjónustu, aukin sálfræði þjónusta fyrir börn sem við vitum að COVID hafði mikil ára á. Það er eitthvað svona bara pínlítið en það sem að fyrirtæki fengu eru bara ekki bara upp í loft, heldur bara næstu hafði fyrir ofan og þar næstu hafði fyrir ofan. Þannig að það var notað tækifæri og bara dælt út peningum og afleiðingin er svo að það er ekkert fyrirtæki sem að verður gjaldþrota í Íslandi lengur. Eins og heyri þá er ég alveg bara gátt þar á þessu. Já, akkurat. En það er lokað inn í karphúsinu. Já. Það er líklega verið að semja. Það er verið að semja. Ég hef verið að reyna að fá fólk til að koma eitthvað til okkar. Það vildi ekki koma. Nei. Af því að þetta er alltaf einhverju lenda. Það vildi kannski koma, en ef þú kemur og segir eitthvað, þá ertu skammað og kemur niður og það getur verið höndlega rétt. Það er svo að hætta á því að gefa víti eða eitthvað, fótbolta. Það vildi ekki koma, en það sem að mér skilst er að nú leiðir villi viðræðunar. Sólveig Anna er ekki ennþá búin að vísa sínu til sáttasemjara, þannig að hann er svona Þannig að nú eru fyrst og fremst starfsgreinasambandið og iðnaðarmennirnir. VR Ragnar eiginlega sleit viðræðunum, víst þær árangurslausar, en hangir þetta með og eru óanaður eins og komið fram í fréttum með svona línuna sem að mér skilst að séu vera að reyna að tvíka upp svona einhverja hækkanir með starfsaldur hækkunum og hinn og þessu til þess að sjálf launahækkunin verði sem lægst. Já. Og þá er það annars til þess að æsa ekki upp hann Ásgeir í Seðlabankanum, svo hann verið reiður og ekki vekk. Já, það er náttúrulega líka bara svolítið crazy ástand, Já. Að þurfa að tepla tánum í kringum Seðlabankastjóra því að hann er alltaf með einhvern veginn þessa hótun á lofti. Já. Og læða svo inn einhverjum hækkunum í tengslu við starfsaldur til þess að segja ekki hægt að nota hækkunin á lægstu laununum, reikna hann yfir í prósentu og velta því síðan yfir allan launastegan. Þannig það er eiginlega verið að reyna að finna einhverja leið til þess að, ég veit ekki hvað að kalla þetta, búið eiginlega til svona óheiðarlega samninga sem að snúast ekki það sem að raunverulegu vandinn. Stjórnvöldur rosa ánað með kröfu Samtaka atvinnulífsins sem stuttansamning, því að það þýðir að þau þurfa að lofa minnu inn í það og ríkisstjórnin er bara það veik að hún á í erfiðleikum til þess að koma með eitthvað raunverulegt tilboð í húsnæðismálum og því að húsnæðismálin eru náttúrulega bara, skipta náttúrulega gríðarlega miklu máli. Já, meira verðbólgan. Og það verður svo erfitt fyrir samningsaðilega að leysa það. Já. Því að verðbólgan leggst svona nokkuð jafnt fyrir alla, meira yfir þá sem eru á lægri launum, af því að það sem hækkar mest er matur og húsnæði sem að þeir sem eru fátækastir nota ekki peninga sín neitt annað. Þannig að það má færa rök fyrir því að lægstlaunu þyrfti að fá hærri launahækkanir til þess að mæta verðbólgunni. Já. En húsnæðismálin, þau leggja svo ójafnt á fólk. Já, þau gera það. Það ræður eiginlega mestu í dag hver staðinn er. Já. Það er náttúrulega svona stéttaleg staða, með góð laun. Já. En það skiptir eiginlega meira máli hver staðinn er húsnæðismarkað. Nákvæmlega. Áttu húsnæðir, ertu með verðtryggt lán eða ertu með óverðtryggt lán, ertu á leigumarkaði, ertu þá í félagslega kerfinu eða ertu út á viltamarkaðnum. Þetta skiptir vera mestu máli. Og til þess að leysa þetta þá er stjórnvöld að koma fram með bara feysa það að húsnæðiskerfi sem að Sjálfstæðisflokkur og Framsókn byggðu upp á ríkisstjórnum frá 1995 til 2007 er ónýtt. Eða 2005. Það er ónýtt og það voru bara byrja upp á nýtt
En þessi ríkisstjórn bara, hún getur ekki eins og niður, sko, hún hækkar útgjöld til í fjárlónum, en hún hefur engin, hún getur ekki hækka skatta eða afla tekna á móti. Nei, einmitt. Af því að hún bara hugmyndarlega, sko, lömuð. Já, einmitt. Þetta er nú Ísland í dag. Þetta er Ísland í dag. Voru ykkur á fleiri fréttir? Já, það eru fleiri fréttir. Það var frétt það að 300 manns bíði afplánun, dóma. Það er endar ekki ný staða. Það er svo sem, og hafa stundum verið jafnvel 450 manns. Og merkjum að kerfið sér brotið. Já, og búið að vera sko brotið mjög, mjög lengi. Það hefur ekki verið lagað sko. Nýja fangelsi kom 40 árum og seint. Já. Það var byrjað að plana það sko 40 ára fyrir. Svo kemur það er líklega svipað með háskólasjúkrahúsið. Það kemur. Það kemur ljósa, það er bara, þú veist, það er að byrja að byggja nýtt bara strax. Já. Það var sko alveg bara 2010 var sko, þú voru 300 manns líka að bíða. 450 manns 2014 og veist, þetta er alveg Þannig að biðröð við fangilsi. Hún er búin að vera lengi, þessi biðröð. Þetta kemur náttúrulega mjög illa við fólk og hangir yfir því. Þetta er náttúrulega alveg hryllilegt fyrir bara fólk sem hefur kannski snúið við blaðinu og giftast vegna spöld. Já, bara komið í vinnu og sko. Flutt á bíldudal og komið eitthvað. Já, einmitt. Og þá þurfa allt í einu að fara að taka út. Rifið upp og það er að fara að taka út refsingar. Það voru nú felldar niður refsingar eitthvað fyrir þá sem höfðu beðið lengst fyrir einhverju síðan. Já. Kannski komið tími til þess. Kannski. Það er notað í rannsóknum. Ef rannsókn hefur dregist vonu viti, þá er stundu felld niður refsing. Af því að en það ef að afplánun dregst vonu viti, þá náttúrulega séður þetta bara fella niður refsingu. Helga var syndist mér á þinginu líka að ræða þessi mál og benda á líka að það þyrfti fleiri náttúrulega, og það þarf fleiri aðferði við refsingar og kannski svona hægja á þessari hörðu refsistefnu og fara að bjóða upp á fleiri samfélagsþjónustu og annað. Hann ætlar að koma hérna, hann Guðmundur Ingi Þóroddsson ræða þetta. Hann er formaður í aðstöðu eða varða allavega og þú nefnir Helgu Völu, hann er líka í Samfylkingunni. Alveg rétt, hann er gott ekki formaður Rósarinnar. Kannski segir út að segja frá því hvað fyrirbæð það er. Býtu, er það eitthvað innan Samfylkingar? Það er svona valda plattform fyrir svona hálfgerð stjórnarandstað inn í Samfylkingunni. Þetta var gamalt kratafélag. Einmitt. Til að Birgir Dýrfjörð sem er alltaf að reka svolítið hotnin í forystu Samfylkingarnar, hann var hann en nú er komin ný kynslóð og taka yfir Rósina, þannig að Rósin lifir. Herðu, svo var frétt að Langisjór fyrirtæki kaupi Freyju sælgætisgerð. Þú getur kannski sagt okkur aðeins frá því. Ég er kannski einn af fáum sem að lyfta upp augabrún yfir þessari frétt. Þetta hljómar svona, sko málið, það sem ég veist það er áhugavert við þetta, ég hef eitthvað sérstakann áhuga á íslensku nammi, sko, mér veist þetta súkkulaði og lakrís, þetta er náttúrulega Freyju draumur, sem er súkkulaði og lakrís saman. Þetta er ekki út af því sem að ég á þessu, þetta er Langisjór. Langisjór er fjárfestingafélag fjölskyldur, ég held þessu 5, hvort ekki 6 systkinin. En foreldrar þeirra byggðu upp kjúklingabúi upp á Kjalarnesi. Og það heitir núna Mata, ef þú veit að kaupaði kjúkling. Það var matfugl. Og svo hefur byggðu upp Mata sem er svona matarheilsala. Og svo keyptuðu Ali, Þorvaldi síld og fisk, og svínabúið þar. Svo hafaðu keypt bara hitt og þetta, sko. Og svo fóruðu inn á fasteignamarkaðinn. Eru stæðstu hluthafarnir í Reitum, Reginn og Eik sem eru fasteignafélögin sem eru í Kaupöllinni sem eru að leigja út atvinnuhúsnæði. Svo keyptuðu Alma sem er gamla almenna leigufélagi sem að Gamma bjó til. Og núna voru það að kaupa Freyju.
Þannig eitthvað meira sem það verið að kaupa sem ég nennu ekki að telja bara eitthvað svona salatús eitthvað svona. Það sem merkilegt við þetta að íslensk landbúnaðarstefnu tvískipt. Annars vegar eru niðurgreidd lambakjöt og mjólk og það eru kvótar sem eru borgaðir út til bænda. Hins vegar það sko viðskipta hindranir, þannig þú mátt ekki flytja inn landbúnaðarvörur. Þeir sem að græða mest á því eru þeir sem að framleiða kjúklinga og svínakjöt á Íslandi. Og ef þú verður að meta sko verðmæti viðskipta hindrana fyrir þessi fyrirtæki og í kjúklingaræktin þetta bara 2,5 fyrirtæki. Ég held að þriðja fyrirtæki sem miklu minna og í svínunum þetta eitthvað svipað og eins og í eggjunum og öllu þessu. Þetta bara yfirleitt 2 stór og svo eitt svona þriðja. Ef þú metur þetta á sko verðmæti fyrir hvert fyrirtæki fyrir sig þá þetta bara nálgast milljarð á ári sem að við með því að borga hátt verð, þú framleiðir kjúkling og þau eru bara í fákeppni, ykkur 2-3 fyrirtæki og það má ekki flytja inn kjúkling til Íslands og þú selur hann sko 3, 4, 5 sem dýrari heldur en í útlöndum. Alltaf þannig að bera sama matarkörfun á milli landa, þá það alltaf það sem að skipta mestu máli. Það er ekki mjólkin sem að dýrari hér vegna svona niðurgreidd, heldur það kjúklingur, svínakjöt og egg. Og þetta fólk fær sem stuðning við landbúnað. Þegar þú samþykkir það að já, erum að styðja íslenskan landbúnað, þá serðu fyrir þér svona íslenskt fjölskyldubíli eða rollu á örfokalandi eða nagaða niður. Þú ert að raunverulega styðja eitthvað svona fyrirtæki. Já, þú veist það sem að garðyrkjubændurnir sem reyndar eru nokkur stór fyrirtæki sem eru þar sterkir en alls ekki neinu líkingu við þetta. Því að í eggjum kjúkling og svínum eru bara örfá fyrirtæki. Og hver afleiðingin? Úr þessu verður bara til ykkur auðugasta fjölskylda landsins sem að notar sko peningana sem eru bara framleiddir með viðskiptaþvingunum eða viðskiptatakmarkunum til þess að kaupa hér upp hvert fyrirtæki að fætur öðru. Og með þetta bara svo hinum einn erum við með þá sem að auðgast á kvótanum. Við erum með þá sem auðgast á sko vaxtamunum í bönkunum. Þetta náttúrulega svo verið að tala að sko lánafólki í Eflingu sé að raska íslensku samfélagi. Þetta fólki sem að bylta íslensku samfélagi. Það tekur öll grunnkerfi samfélagsins, lagar þau þannig að þjóni sér sem mest og tekur samfélagi bara yfir. Já, einmitt. Þetta er bara angi af einhvers konar sæskrimsli, ég ætla ekki að segja kolkrabba, það er bara sæskrimsli. Þetta er kallað ólíkarkismi, þegar ríka fólki tekur yfir ríkisvaldið og þjónar það í það sjálfum sér. Tekur allar ríkisegninnar, tekur allar auðlindirnar, tekur allar völdið til sín, aðalega skattkerfi, þannig það borgar eitthvað skatta, þetta borgar bara almenningur skatta. Þetta er ólíkarkismi, þetta er vandamál út allan heim, en Íslendingar eru bara gengnir, sko, ég segi Rússarnir eru konið lengra, en við erum bara, þú veist, einhvers þar á milli svona nálægt Bandaríkjamönnum. Einmitt. Akkurat. Miklu verðfarnir heldur en sko Skandinavíu, þótt að þau séu náttúrulega sem einkennin þar. En ég veit ekki með þetta íslenska samfélag. Og hvað fólk setti sig við þetta? Já, það er það skrýtna við líka bara einhvern veginn að það er eins og fólk vil ekki horfast í augu þetta. Íslendingar, stór hluti Íslendinga. En fréttamennirnir sem voru hneykslast yfir því að fólk í Eflingu vildi fá sko 57 krónur launahækkun. Það er ekki að tala við þetta fólk og segja sko hvað ætlar þú bara að hirða allt hér í íslensku samfélagi? Er ekki ætlar að bara halda áfram að taka inn hennan milljarð þarna af kjúklingunum, hagnaðinum af kjúklingunum, af almannafé sem að við fátæka fólk í Eflingu, að það fyrir út í búð og kaupi kjúklingin á 4-földu verði með að við fátæka fólkið í Hollandi. Og akkur er það? Til þess að fólkið í Mata og Langasjó geti keypt Freyju. Þetta er bara einmitt. Heyrðu, ég ætla aðeins að tala um fjárlaga frumvarpið. Það er svona eftir aðra umræðu að þá hefur verið sem sagt, húsnæðismál, það er verið að draga úr, virðist vera að draga úr stofnframlögum, sýnist mér. Það er ákveðin hækkun í heilbrigðismálum, þeir voru svona endurskoða ýmislegt. Og svo kannski, og til aldraðra. Já, og til aldraðra. Ég er alveg næstu í vissum að það næri ekki fjölgun aldraðra.
Nei, Ég bara hvort ekki að regna, ég skal Já, en það er segja það á nefnilega, morgun. þetta er svolítið svona trikk í tölur allt. Það þarf að skoða þetta og kannski í þessu samhengi mætti líka nefna fréttin sem var hérna á dögunum hækkun veiðigjaldana. Já, Svandís. Já, Svandísi. Já, það kom út eins og hún væri að bara svínbeygja. Já, bara hækka 38-9% eða eitthvað svo leys. Það var held ég frétti MBL. Þannig að Þetta er bara ránt. Já, Málið er að hún er ekki 36%. að hækka veiðigjöld. Nei, einmitt. Það sem að var samið á sínum tíma er að þetta er tengt afkomu stórútgerðarinnar, eða útgerðarinnar, stórútgerðin megar bara langmest þar. Og það var samið það að það er reiknað út frá hagnaði, en ef að þið fara fjárfest í skipum, þá myndu það lækka veiðigjöldin. Sem að þýðir það að við, hérna almenningur, við höfum að fáum bara skýtu ekki neitt fyrir auðlindin okkar, en við höfum að setja okkur fyrir að fá enn minna ef að Þorsteinn Már og Guðmundur í Brim kaupa sér togara, sem að akkur eftir ekki að gera það. Ég meina, er það ekki verið í fyrirtækjarekstri eða bara að fjárfesta og það allt saman. En við höfum að fjárfesta fyrir þá. Ok, það er eitt, en málið var að þeir fóru eiginlega allir í þetta. Þannig að til þess að sko, ef þetta hefði verið óbreytt, þá hefðu sko veiðigjöldin lækkað mikið. Þannig að Svandís ákvað að taka þessa lækkun og smyrja hana yfir á 5 ár. Þannig að það hækkaði umfram það sem annars hefði orðið, en þetta er ekki að fara. Nei, einmitt. En þetta er svo merkilegt hvernig hægt er að blekkja og hvernig fréttamenn kannski, það er kannski líka, þeir eru að geta upp einhverju upplýsingar á þess að kannski skoða þetta nánar eða kafa von í tölunar. Mikið þannig. Já. Og stjórnvöld spila inn á þetta. Það er rekin hérna einhver fjölmiðlanefnd sem að þykist alltaf verið að vinna gegn einhverju upplýsingaóreiðum eða fara einhverja fund út í heimi, þar sem verið að tala einhverja áhyggjur af því hvernig sko TikTok er notað eða guðmönd og hvað. Já. Ég heldur eftir bara að snúa sér að sko upplýsingagjöf stjórnvöld á Íslandi. Þar er bara verið búa til upplýsingaóreiðu til þess að mæra upp einhverja 12 ráðherra. Þetta er svo hjákvæmlega. Fárulegt. Einmitt. Herðu, svo er ég með hérna... Það er rosa, ég held að það væri svo veik og fríkvöldagur. Já, ég held það eitthvað neina líka. Herðu, það er hérna heimilislausir fíknefnaneytundur eru búinir að koma sér fyrir í bílastæðahúsi. Já, neðst á Vesturgötu. Já, og það er svona, Lenja Rún talar það á þingi að það er alltaf hægt að búa til pláss fyrir bíla en ekki fíklana. Þannig að Það er náttúrulega gríðarleg bílastæðahús þarna í bæ. Þetta er nú gamalt bílastæðahús eða svona. Já, þetta er svona með í fyrstu eila þarna í bæ. Já. En það kemur ekki að koma neinum óvart að ef þú hendir heimilislausum út kl. 10 á mótnana og hleypir nú ekki inn fyrir kl. 5 á mótnana, einhvers staðar eru þeir. Einhvers staðar þurfa þeir að vera og einhvers staðar þurfa þeir að finna sér skjól. Því veðráttan er nú ekki til að hrópa húra fyrir hér. Og þetta er líka spurningum bara þessi neyslu, að það sé til eitthvað neyslurými og núna er náttúrulega bara einhver bíll sem á að vera, eða er neyslurými. Og það er spurning hvort að það er að vera. Það er frú Ragnheiður sem það er? Nei, það er einhver annar bíll. Já. Þannig að það er svona krafa núna, hávær krafa núna að það verði fundið eitthvað varanlegt húsnæði sem að vera neyslurými. Það verður þannig að allir fari bara á neyslurýmið. Mér finnst það nú ólíklegt. Það er ólíklegt að allir fari þangað. Verður bara eins og opið fyrir starfsmenn og mæta okkur til ekki stað til að sprita sig. Já, en það er samt alltaf fullt í hennar bíl. Nei, ég sé það fyriruglega, þriðjungur eða eitthvað. Það fer alveg einhver hluti, Ég er ekki að tala það niður, ég er bara ólíklegt að þú leysir máli bara með, það er bara leið þessum mönnum að vera eitthvað staðar, millir klukkan 10 og 17. Ég heyrði, það var einhver opið, þannig að starfsmaður Reykjavíkurborgar var vitnað til í einhverju frétt. Já. Og þá var það svona, já, við vitum aðeins, við erum búin að fylgjast með þessu. Já, við ekkert verið að taka þessu meira alvarlega en það. Nei. Ekki verið að gera þessu. Já, við erum að vinna í að leita lausnum og svona eru bara svöru svo mikið. Sko. Það stundum finnst manni eins og það kemur eitthvað sem er óþægilegt að þá eins og stjórnvöld alltaf bara býðað af sér. Kannski svona, við erum að skoða þetta og vona bara, það er verið að vinna í þessu. Það gerist ekki í þessu. Svo bara gerist ekki neitt. Sko. Nei, einmitt. Maður ekki annað svona málum konuna með MS? Jú, það er einmitt. Hún Margrét Sigríður
sem sagt, Er það götunni bara? já, það var að fara hendin út á hjúkrunarheimilinu Á götuna? og á götuna og Kópavogsbær á í rauninni að bera ábyrgð á henni samkvæmt lögum í rauninni en bæjarstjóri Kópavogs segir bara þetta er ekki okkar mál, það var bara ríkið þarf að láta fjármagn fylgja málefnum, þannig að þetta er ekki okkar ábyrgð sem er alveg rosalega grimt þannig að hérna þetta er það er spurning hvað gerist sko Alin upp í SA við verið þar aðstofa framkvæmdastjóra undanfarið sem að járnefinn er á lofti Já, einmitt Þetta er en svo, maður veldi fyrir sig eins og hún kemur og segir sögu sína já. sem er rosalega erfitt skref fyrir alla Já, af því að þú ert veik, þú ert bjargalus í vondri stöðu og þú þarf eiginlega að opna þig til þess að biðja einhverja bara mannúð mannúð frá þessu samfélagi stundum virkar þetta og einhver leipur til og hjálpar en kannski eru stjórnvöld bara orðið svo harðbrjósta að þetta virkar bara ekki lengur Já, það er spurning En það er líka með sko, Trúið þú því að þessi kona sé að grafa undan efnahaga Kópavogs? Nei, enga veginn En fólki sem hefur verið að handtaka og henda út úr landi heldur það þessi helstu óvinir íslenska ríkisins? Nei, sjálfsög ekki En þetta er eins og með, sko, af hverju það er alltaf verið að láta fólk einhvern veginn lenda á milli og við verða bitbein, sko, ríkis og sveitafélaga sem er gjörsamlega óþólandi. Og líka, sko, ráðuneytin eru með svona leiðbeinandi reglur hvernig sveitafélagin er að starfa og sveitafélagin fylgja þessu enga veginn. Þannig að hérna, já. Og líka út í svona stöð þá er þetta oft send bara á milli. Já. Talaði við tryggingastofnun, talaði við þennan, talaði við sjúkratryggingar, það bara gengur á milli. Og svona í eðlilegu samfélagi væri einhver sem myndi sjá þetta fyrir fólk. Já. Tína til það sem maður vantar. Já. Því það er nógu erfitt að vera veikur og vera fátækur. En það er líka, svo er í rauninni í svona málum, sko, Öryrkjabandalagið er búið að sko kæra allavega leggja fram kæru gagnvart Mosfellsbæ, veit ég einu sinni, og vinna það mál. Hún var Erling. Já, meðan Erling og ég, sko, núna er Margrét komið með lögfræðing held ég frá Öryrkjabandalaginu og ég bara vona hann kæri Kópavogsbæ. Ég veit ekki hvernig þetta fer en hvað þarf til. En svo breytist ekki. En þetta er samt alveg óþólandi að ÖBÍ þurfi að kæra til þess að koma málum í gegn. Stundum finnst manni íslenska kerfi vera þannig. Já. Það var ég held að sé bók og bíómynd eftir, hvað heitir hann ekki, Grissam, ekkert sérstaklega góður bandarískur sakamála reyfarahöfundur sem var lögfræðingur, var svona lögfræði sló í gegn með myndinni The Firm og alltaf gerða bíómyndir úr þessu. Einni bíómyndinni hún fjallar eiginlega tryggingafélög í Bandaríkjunum og mann sem að veslast upp af hvítblæði og alltaf að sækja rétt sinn til þess að eiga bætur, hafi keypt tryggingu en fær það ekki og deyr sko og foreldrarnir halda áfram baráttunni. En þá kemur fram í myndinni og það er svona vitnalislur og svona eitthvað atriði þar sem á að afhjúpa allt saman. Og það er einhver starfsmaður sem að segir það, sem að var starfsmaður í svona call center, þar sem hún ringir inn eða þarfst að sækja eitthvað á tryggingafélagið. Það var að reglurnar voru að segja alltaf nei til að byrja með. Já. Því að þá losnum við svona 30% og svo þeir sem að koma áfram að þá segjum við nei, við vísum þessu lögfræðildina sem sá það að tefja málið, oft dó fólk bara á leiðinni og eitthvað svona og það furðulega kannski er það út af hvað maður með svona kaldhæðina sína á Íslandi. Þegar ég var að horfa á þessa mynd einhvern til föll þá hugsaði ég, þetta er bara nákvæmlega Ísland. Tryggingastofnun og sjúkratryggingar og allt þetta. Það er bara sagt nei fyrst og ef þú þá bara verður bara í mál, svo ferði í mál og þú vinnur málið. En svo tryggingastofnun mest eftir málinu með þá sem hefur verið erlendis. Já. Þau hefur ekki borgað þig. Nei, en það er samt búið að vinna málið. Fyrir sko, ég held að það sé bara 4 ár síðan. Já, ég veit það. Þetta er alveg svakalegt. Þetta er svakalegt. En ég held að, og svo er þetta náttúrulega veikt fólk sem er að sækja þannig að þetta er ekkert fólk sem hefur endilega þrek eða bólmagn til þess að fara að sækja aftur það sem það er að sækja Og svo segjum við, heyrðu, en getum við ekki gert þannig að kjúklingafólki bara ennþá ríkari? Já, gerum þau bara ennþá ríkari. Helvítið sem öryrkjarnir er að éta frá því
þannig að það getur ekki orðið auðugra. Það er kjúklingafólki sem keyrir áfram í Íslands samfélag. Hittur afætur. Þetta er ótrúlega klikkuð sín á samfélag. Já, þetta er það. Herðu, síðasta fréttin, færisk stjórnmál á samstöðunni. Þú skrifaði nú aðeins um það. Já, ég var bara að skoða skoðanakannanir. Já. Það var ríkisstjórnanda sem var fólkaflokkurinn, sem er sjálfstæðisflokkurinn, sambandsflokkurinn sem er eiginlega Framsókn og miðflokkurinn sem er eiginlega miðflokkurinn. Það er svona kristilegir, en þeir voru nú kristilegir, þannig að það var reynda presturinn fóru yfir í sjálfstæðisflokkin. Eru þeir ekki líka kristilegir í rauninni hér svona hálfpartinn? Jó, það er náttúrulega, þegar þú flytur sko kristilegt á Íslandi til Færeyja þá það verður svona meira kristilegt. Já, það verður mjög kristilegt. Og þeir slitu ríkisstjórninni í fólkaflokkurinn og sambandsflokkurinn eða sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn af því að hann heitir eitthvað Reyna eða eitthvað slags sem að var að tala illa bara með Jenis af Rana. Jenis af Rana. Jenis. Já. Hann neitaði að setjast til borðs með Jóhannu Sigurðardóttur af því að Jónína var með henni, Jónín Leós. Þeir slitu ríkisstjórninni og nú eru kannanir benda til þess að þeir séu báður að tapa bæði fólkaflokkurinn og sambandsflokkurinn en miðflokkurinn heldur bara sínu en það var hann ekkert stór hann heldur að vera með eitthvað 5% en núna fá kannski 6,5 eitthvað. En þeir sem er að vinna á er jafnaðarflokkurinn sem er svona samfylkingin og hvað heitir hann þarna sem er svona eiginlega VFG nú stóluðum mér þjóðveldi. Þeir eru eitthvað breytið svona öllum þjóðveldi. Þeir eru að vinna á. Þannig að þeir vantar einn mann samfylkingunni og VFG upp á meirihluta. Þetta er mjög spennandi. Já, hann ætlar að koma hann aftur ég ræddi við hann Dári Dali og mjög gaman að tala færisk stjórnmál. Hann ætlar að koma hann aftur á kjördaginn sem verður 8. desember sem 50 dagar í næstu viku og við ætlum að fara yfir þetta. Ég heyrði á honum að það væri svo mikið svona þú studdi bara þinn flokk einhvern veginn. Þannig að mér fannst eins og það var lítil hreyfing í rauninni á fylgi. Já, þannig að það gæti verið að þetta færi svona myndi settlast aftur á fyrir brautir. En það var frétt sem að tengdist kosningabarátunni frá Færeyjum. Það var að þeir gerðu samning við Rússland gagnkvæmar fiskveiðar eða svona sjávarútvegssamning upp í Barentshafi og nú eru komið kosningar og þá er það bara þannig að það ræður enginn við það að búa til eða þú veist, vera eitthvað harður á réttlætinu og ég held að þetta skipti færinga miklu meira máli heldur en Íslendinga þessar veiðar einhver var að halda því fram að það var allt upp í 5% af þjóðatekjum sem ég held að séu undir ríkjur en þeir eru bara fyrir að líða kosningum og mikið undir að þá eins og var ekki kosningastjóri Bill Clinton sem sagði að þetta snýst efnahegin, stupid að þegar kemur að kosningunum og þá er enginn sem að tristi sig til þess að setja eitthvað svona hvað er að segja hvað er viðskiptaþingarnir Rússland snúast eitthvað síðferði bara að gera það sem það er að gera þannig að þeir gerðu einir bara á Vesturlöndum samning við viðskiptasamning við Rússlands daginn svolítið, það er svolítið sérstætt já en það verður forvöldilegt að vita hvort það verður einhvers þegar þetta sjá hérna kosningasjónvarp, hann 8. Ég held að sé á netinu, er það ekki? Já, þetta er Kringlvarpið. Einmitt. Og það er nú auðveldur að lesa færiskuna heldur en að skilja hann að tala það, finnst mér. Já. Það er kannski hvað er honum á mér. Ég held að sko, ef maður hlustar í smá stund, þá byrja maður á svona líklega. Kannski svona 3 daga áður að hlusta færi stægulög. Hlusta færiskuna. Já, einmitt. Herðu, þá er ekki meira. Já, þá snúa okkur af raunverulega þætti. Þá að tala eitt af svona stórum málunum raunverulega sem er samningsleysi lækna sem að veldur því að það verða bara eðlisbreytinga á heilbrigðiskerfinu. Það verða að auka kosningaþátttöku almennings. Þannig að í staðin fyrir að taka inn tekjurnar þegar þú ert full frískur að úti að vinna og ert aflögufær, þá að rukka þig þú ert verið veik.
Já, hér hjá mér eru þeir Vilhjálmur Hjálmarsson, formaður heilbrigðishóps ÖBÍ réttindasamtaka og Ragnar Freyr Ingvarsson, formaður Læknafélags Reykjavíkur. En nýverið var málþing haldið á Grand Hotel á vegum ÖBÍ og eða vegum ykkar í heilbrigðishópnum. Já. Þar sem var verið að ræða komugjöld og kostnaðin í heilbrigðisþjónustu fyrir öryrkja. Það földu skattheimtu. Já, það földu skattheimtu. Þú einmitt, ef við byrja kannski aðeins á þér, Vilhjálmur, þú skrifaði grein líka nýlega, það sem að þú ert að tala með þess að földu skattheimtu og þú kannski útskýrir aðeins fyrir okkur hvað nákvæmlega táknaði þessi komugjöld. Hvað eru komugjöld? Komugjöld eru kostnaður sem að ákveðnar heilbrigðisstéttir hafa lagt á af því að hafa ekki verið endurnýjaðir samninga við sjúkratryggingar. Þannig að sérgreinalæknar hafa verið samningslausir síðan 2018, sjúkraþjálfarar síðan 2019. Ef ég man rétt þá var ein verðlagshækkun á læknum, en eftir 2019 hefur ekki svolítið skest, þannig að þetta er eldgamall texti, eldgamall samningur sem hefur bara staðið í stað og meðan hækkar náttúrulega allur kostnaður. Þannig að fyrirtæki hafa verið að rukka gera reikninga samkvæmt gamla samningnum og sjúkratryggingar mögulega taka þátt í eitthvað því en leggja síðan á eitthvað sem eru kölluð komugjöld. En við vorum þetta búin að fá þarna deginu fyrir málþing eitt dæmi það sem stóð bara frá þriðjudaginn síðasta, það stóð bara álag vegna samningsleysis við sérgreinalækna. Já, bara mjög kalla þetta rétt framni. En þetta falin skattheimta vegna þess að við því ÖBÍ, heilbrigðishópurinn og ÖBÍ létum gera rannsókn fyrir 2020. Þar kom í ljós að þetta var 1,7 milljarður fyrir alla heildina. Ef þú tekur alla í aðildarfélögum í ÖBÍ þá erum við hlutfallslega þetta bara jafnt niður að restan af þjóðinni. En við vitum eins og að það er kannski 50.000 manns. En þar af eru 20.000 manns eða jafnvel aðeins minni hópur sem eru á örorkubótum, örorkulífeyri heitir það. Og þetta er fólk með mjög lága tekjur sem þarf mjög líklega að sækja mikið af þessa þjónustu. Já. Og án þess að taka til þessa að 1,7 milljarður þá var komið yfir prósentu og líklega nálgast 2% ígildi auka tekjuskatts. Í dag, síðustu áramót, þá áætlum við og málið það hefur ekki verið fylgst með þessu. Það var engin annar skoðað þetta nema upp í. En áramót voru það mikla hækkanir, 40-50%, að þá er 1,7 orðin 3,4 milljarðar. Og með hækkanir sumar, eða það sem gerist núna áramótin, þá er þetta komið við 5 milljarða. Þetta er ekkert smáræði. Sem að megninu til lendir á öryrkjum og eða sérstaklega bara tekjulega fólki í landinu. Og þetta kemur hverki fram. Þetta er að vísu bókvært og eitthvað sem að þessi fyrirtæki sína og borga sinn skatta og annað, það er ekki málið. En þetta er bara falin kostnaður við heilbrigðisþjónustu sem kemur hverki fram óbeðlega. Einmitt. Svo ég kannski snúið mér aðeins að þér, Ragnar. Komugjöldin, samningar við sérgreinalækna runnu út 2018. Ég man það var alltaf talað um 2017 og fyrir þann tíma samningar hefðu klúðrast svo gjörsamlega þarna einhvern tíma náður og sérgreinalæknar hefðu gengið út með 17 mismunandi samninga eða guð má vita hvað. Ég meina hvernig vilja læknar semja? Vilja þeir semja við, að því nú talaði til dæmis Marja Heimisdóttir á þessu þingi að það þyrfti að semja við þjónustuveitendur. Já, þjónustuveitendur en ekki félög. Já, Læknafélag Reykjavíkur hefur náttúrulega séð samninga fyrir sérgreinalækna í meira en 100 ár. Þannig að forsagan er ákaflega löng, þannig að við byrjuðum 1909 að semja við þá sjúkrasamlag Reykjavíkur. Og þetta hafi verið ríkinu og íslenskum sjúklingum og bara skattgreiðendum ákaflega hagstæð kaup í gegnum árin. Við getum farið nánar út til að sauma hvernig samanburður er. En Læknafélag Reykjavíkur hefur umboð allra sinna félagsmanna að semja við þá sjúkratryggingar Íslands og það hefur verið úrskurðað þess efnis að sjúkratryggingar reyndu einu svona að segja nei,
Læknafélagið þrátt fyrir yfir 100 ára sögu að hafa samið við ykkur, þá þið ekki samningsaðili, en það fór fyrir kærunefnd og það búið úrskurðum það að við erum löggildur samningsaðili og við hefum í gegnum tíðina gert rammasamninga þar sem farið, þar sem læknafélagið kemur þá fyrir hönd allra sinna félagsmanna, þetta eru líklega 24 að 26 sérgreinar og býr til, hvað getur maður sagt, gjaldskrá sem á þá að endurspegla þá starfsemi sem fer fram á stofu læknisins. Þessi gjaldskrá hefur ekki tekið neinum breytingum liðin áratug, ég get talað fyrir mína sérgrein þá, því ég nú gigtlæknir, og hún hefur ekki breyst neitt síðan upp á 1990 og ég get alveg sagt ykkur að það var orðið ótrúlegar framfarir bæði í lyfjameðferðum, í greiningaraðferðum, það ríkuleg skráningarskylda í öryggis og öryggisgagnagrunna, þannig að og gjaldskráin sem var þá til notkunar á þeim tíma, hún endurspeglaði engan veginn störf læknanna, þetta átti við fjölda sérgreina og í aðdraganda sem sagt samningana 2018-19 var náttúrulega reynt að uppfæra gjaldskráran en allt kom fyrir ekki, sjúkratryggingar Íslands vildu líka algjörlega stýra því hverjir færu inn á samning og það hefði verið höfða dómsmál sem sagt að voru læknar snúa heim og sérnámi og það þeim var meinað að komast inn á samning til þess að geta opna stofu til þess að fara að þjónusta sjúklinga og það þurfti að höfða dómsmál til þess að þeir gætu hafið sína starfsemi og ég meina við höfum staðið í stríði við því miður í allt of langan tíma þessa ótrúlega mikilvægu og umfangsmiklu starfsemi. Þannig að ykkur finnst í rauninni ekki heldur réttmætt og kannski dómur búin að jafnvel eða úrskurða að vissu leyti eða hvað að þessi rammasamningar, því nú kom fram á þinginu að rammasamningar þættu bara ekki góð ella. Já, ég veit, mér þykir þetta mest að furða því að þegar það 100 ára saga farsæla notkun rammasamninga við heilbrigðisstéttir að allt í einhver skrifstofublók segir að þetta sé ekki móðins í dag og þetta sé alveg ómögulegt. Það bara orkar tvímælis í mínum huga þegar það sagt. Ég meina, eins og ég nefndi, rammasamningar hafa verið ríkinu og Íslandingum ákaflega gott verkfæri í að stýra verði á þjónustu og greitt aðgang íslenskra sjúklinga að sérfræðiþjónustu og til samanburðar get ég nefnt þetta og þetta meira að verið kannað fyrir nokkrum árum síðan birtist grein í Lancet þar sem Íslandar borið saman við yfir 190 önnur lönd, OECD-lönd. Og þar kemur fram að aðgengi að sérfræðiþjónustu best í heimi á Íslandi, eða var það þá. Og ekki nóg með það að óháð því hvaða sjúkdómaflokk þú ert í, þá átt þú bestu líkurnar því að verða 75 ára á Íslandi. Þannig að þetta verkfæri rammasamningurinn hefur tryggt Íslandingum aðgengilega og góða heilbrigðisþjónustu í 100 ár. Þannig að það að fara að segja það að þetta sé bara eitthvað úrelt og lélegt, ég bara get eiginlega ekki tekið undir þau rök. Það eitthvað annað í þessu, það bara þetta orð rammasamningur. Þetta eru 2 orð, rammi og samningur. Það virðist að gerast til þess núna með sálfræðinga, ég hef að fá þetta betur greint, en þarna hafi sjúkratryggingar búið til rammasamning og samningshlutunni byggður okkur eldgamla texta sem var aðeins hækkar. Það var ekki talað við sálfræðingu það. Hvað þá samningurinn? Jú, þjónustu veitandinn einhliða samningur í rauninni. Ramminn búið til einhliða. Svo má maður bara skrifa upp og gott maður vil vinna eftir þessu eða ekki. Já. En svo var nú bæði heilbrigðisráðherra og Maríu tíðrætt það á þinginu að í rauninni er það ríkisstjórnin sem ákveður hvað á að fara mikið til heilbrigðismála. Já, það náttúrulega fjárbendinga valdið að alþingi. Pólitíski punkturinn eða fókusin hann ráðherrans og ríkisstjórnar. Og svo það fjárlögin sem alþingi.
og það svo skrítið þarna, ég var að tala við hana Maríu hans eftir og ræða betur við hana og hún segir, finnst mér það einfallega, það mögulega rætt við læknafélag Reykjavíkur eða sjúkraþjálfara eða sálfræðinga og svo gerð einhver þarfagreining sem svo allt í lagi en byggt á því að þá metið hversu mikla peninga þarf og það settir í Alþingi sem aldrei samþykki neitt þetta og jafnvel minna svo búin þessi rammasamningur innan þessa ramma sem að það aldrei hækka á næstu fjárlögum eða neitt. Það eitthvað mikið að þannig kerfinu og bara það að við getum svona slegið á að þetta komugjöldin séu svona 5 milljarðar núna eða meira segir okkur bara það að sko lágmarks auka fjárþörf inn í þetta kerfi 5 milljarðar. Líklega sko 10 eða pluss en lágmark. En samkvæmt sko nú kom fram líka held ég í greinni þinni að reikningarnir eru náttúrulega stundum eru læknar að setja á komugjöld. Bæði læknar og sjúkraþjálfarar. Já, læknar og sjúkraþjálfarar setja á komugjöld og stundum bara þjónustan líka hækkuð eitthvað. Já, sko, að því ég regn úr stofu og ég get alveg bara sagt okkur hvernig það nákvæmlega. Já, endilega. Og ég get bara, ég ekki með komugjöld, því að mér heitir þetta leiðrétting vegna samningsleysis við sérgreinalækna. Og sem sagt að meðan það engin samningur, það þarf ráðherra að setja endurgreiðslu reglugerð. Og reglugerðin inniheldur þá alla gömlu rammasamningana sem voru þegar samningar voru í gildi og það sem innan samnings getur maður þá ennþá sendt til sjúkratrygginga. Þeir liðir hafa þó ekki verið hækkaðir neitt síðan 2020, janúar 2020, þannig að einingaverð til okkar hefur verið óbreytt og þetta hafa læknar á ólíkan hátt, það náttúrulega breytilegt hvernig læknar reikna sína þjónustu, hafa lagt á leiðréttingu og svo hafa læknar náttúrulega eins og ég til dæmis tekið upp nýjungar sem ekki náðist að semjum seinast eins og hvað get ég sagt, eftirlit með flókinni lyfjameðferð, umsóknum líftæknilyf, klíníska stöðkerfis omskoðun, bara það sem kallum nútímalega læknisfræði og það þá myndum við það flokkast kannski sem auka gjaldaliðir. Þannig að þegar ef þú kæmir til mín, þá það þannig að einn reikningur væri gefin út með þeim liðum sem innan endurgreiðslureglugerðarinnar og þú átt greiðslu þáttöku bara í þeim liðum. En svo kemur hinn reikningurinn, þar sem ástendur kannski leiðrétting og svo segjum svo að ég ómað á þér öxlina, það myndi bara ómun af öxl og þá fengir þú 2 reikninga og þú færir með þá inn í afgreiðslu og þær myndi leggja saman upphæðina og þú borgar þá upphæð. Og þetta náttúrulega, mér finnst þetta alveg hræðilega ósanngjarnt af því auðvitað, þetta sannarlega kostnaður sem þú leggur út fyrir og þú átt lögum samkvæmt að fá endurgreidda fyrir, það stendur í lögum og þú að fá endurgreitt fyrir útlaðri kostnaði heilbrigðisþjónustu. En þessi hinn reikningur, hann ríkinu algjörlega ósýnilegur. Ég reyndi sem sagt janúar 2019 af því mér þótti mjög mikilvægt að sjúkratryggingar myndu sjá þessa hluti. Þannig að ég ringdi upp eftir og sendaði marga pósta. Hvernig get ég komið þessum upplýsingum til ykkar? Það mikilvægt að þið vitið hvaða kostnað sjúklingurinn minn þarf að leggja út fyrir. Þannig að þau allavega hafi vitneskju um það. Það var ekki. Nei, þau vildu ekki sjá þau gögn og sem alveg ótrúlega dapurlegt verandi að við þurfum þá núna að gera kannanir, eða ekki við, en Öryrkjabandalagið hefur staðið fyrir þannig könnun senast 2020 og við höfum rætt það á fundi og ég myndi sem formaður læknafélags gjarnan vilja vita hver raunverulegur kostnaður sjúklinga þetta getur ekki verið svona. Ég meina við búum líka bara við, það bara þessu ári verðbólgan hvað 9,4%. Og nú eru 4 ár síðan samningarunnu út. Já. Og hvað? Ég meina eitthvað að gerast inn í ráðuneytinu? Það hafa talað um að það væri einhvers konar
hópur að störfum? Ég ætla að vera sanngjarn við Willum Þór. Hann er mjög jákvæður fyrir að breyta þessu. Hann er ekki búin að vera þannig í hvað sagði hann, 11 mánuði. 11 mánuði, já. Mér virðist sem að komin einhver hreyfing á hlutina. En þetta nær varla þessu fjárlögum núna. Það þýðir bara að þetta frestist ennþá meira og meira. Já, ég hef líka átt samtal við Willum og það er ákaflega gott að hlusta þann mann. Hann sýnir þessu málaflokki og bara heilbrigðiskerfinu öllu áhuga og hann áttar sá því hvað stöðu við erum komin, ekki bara sérgreinalæknar, sama á við sjúkraþjálfara og sálfræðinga og talmeinafræðinga. Ég meina þetta eru stórar stéttir sem sinna alveg ofboðslega stórum hópi fólks og þannig að mér sýnir samt alveg fyrstu drögum að fjárlagafrumvarpinu það er ekki gert mikið ráð fyrir þessu þar, vonandi eru einhverjar leiðréttingar í kortunum en það hafa semst á milli læknafélagsins og sjúkratrygginga hefur bara verið, getur við sagt, svona þreifingar, svona óformleg samtöl, ég meina samningaviðræður, ég get ekki sagt að þessu eiginlegar samningaviðræður í gangi, það er bara svona einhverja þreifingar, sko. Sem er náttúrulega kannski gríðarlega alvarlegt, sko, og það líða bara árin, sko. Já, sko, gjáin stækkar bara. Semst, bilið á milli, það verður miklu ódýrara að ávarpa þetta strax í upphafi. En eins og okkur steytir á, það er nokkuð svona mikilvæg hugtök sem maður getur sagt, af hverju er ekki búið að semja? Og það er mikilvægast er að tala á þinginu, þetta er bara verð og magn. Þetta er rosalega einfalt, verð og magn. Verð og magn, einmitt. Og ég sagði á þinginu þarna, magnið, við erum að tala um sjúklinga, við erum að tala um fólk. Og þá segir ríki, sko, það verður ákveða það hversu mikið að þjónustu á að veita. Og við segjum sjálfsagt mál, þið geti ákveðið það, en ég get ekki ákveða. Ég get ekki valið á milli ykkar tveggja. Þú veist, ef þið lendið í slysi, ég get ekki sagt, ég ætla bara að þjónusta þig eða þig, en svo er peningur, það verður einhver annar en ég get ekki siðferðislega svift einhvern réttindum sem hann á bara sannarlega rétt á, að því bara peningurinn kláraðist í október. Ríkið verður að svara, hvað gerum við þá? Hvað gerist ef kvótinn er búinn í október, eða nóvember, eða desember, eða whatever? Hvað gerum við þá? Já, því var tíðrættum, hvað gerum við hinna? Hvað gerum við hinna? Því, ég ætla ekki að loka stofinu minni, ég ætla ekki að hætta að sinna fólki, en það verður einhver annar en ég að ákveða það hvernig þetta er gert. Það er ekki heldur að ætla til þess að læknar sjúkraþjálfarar og aðrir sko vinni fyrir þá sem að eiga fá eitthvað endurgreitt og mun lægri texta en taki svo eitthvað aðra einn og rukki þá meira. Það er bara komið með tvöfalt heilbrigðiskerfi, þar sem þeir sem eiga peninga geta borgað sér. Það er ekki lægi. Nei, það er náttúrulega ekki lægi, en mér finnst bara mjög mikilvægt að þú nefndir það með tvöfalda heilbrigðiskerfi. Síðustu 10 árin hefur verið tvöfalt heilbrigðiskerfi á Íslandi. Og það er ótrúlega mikilvægt að við horfumst bara í augu við það. Getur þú útskýrt það aðeins nánar? Ég nefndi samningsleysi síðustu 4 ára hefur skapað tvöfalt heilbrigðiskerfi. Það er þessi 2 reikningar, annars vegar það sem er borgað í og hins vegar það sem er ekkert borgað í. Fyrir utan það er náttúrulega mikið af þjónustu sem er veitt bara óáreitt af ríkinu, ekki það hefur neitt á móti þeirri þjónustu, bara alls ekki, en ég menna liðskipta aðgerðir í klínikinni, efnaskipta aðgerðir í klínikinni, það er fjöldi augnlækna að gera augnsteina aðgerðir utan samnings, þar sem engin greiðsluþátttaka er. Það er fullt af þjónustu sem er selt á opnum markaði og þannig að það er löngu komið tvöfalt kerfi og þetta er náttúrulega bara vegna þess að hið opinbera hefur ekki horfst í augu við vandan. Þjóðinni henni fjölgar og eins og segja, dásamleg staðreynd er að við erum að eldast sem er líka dásamlegt. En þá verðum við líka að horfast í augu við það að með vaxandi aldri það þýðir aukin heilbrigðisþjónusta. Og ég meina við hefum bara, þú veist, bara, hvað segir maður, siglt sofandi að feigðarósi þar. Við hefum ekki undirbúið okkur vantar, ég meina það er ekki bara sérgreinaþjónustan í
ég meina við hefum ekki sinnt heilsugæslunni nógu vel, við hefum ekki sinnt heimahjúkrun, við verjum 10 sinnum minna fé en Svíar í heimahjúkrun og heimaþjónustu. Þannig að þú veist, það margt sem við bara hefum gloprað frá okkur og það verður ekkert, ég meina, það að horfast ekki í augu við þetta, það verður ekkert ódýrara að leysa þetta. Nei, einmitt. Með svo líka hinlega þessu erum við að sko spara öðrin og kasta krónunni vegna þess að með því að meðhandla ekki fljótt og rætt og vel þá erum við að búa til framtíða vandamál sem að kosta einstaklingana, samfélagið, allt saman, bæði peninga, andlega og þvíumlíkt. Við erum bara að búa til meiri kostnað fyrir kerfið. Já, og einstaklinga. Einmitt, mér langar aðeins líka að koma inn á það, þú nefndi það einmitt Ragnar á málþinginu, tókst dæmi af Douglas Abbey. Já. Þannig að hvað, Nuka System of Care eða eitthvað svoleiðis. Já, ég sem sagt, það bara fljótt eftir þetta COVID-ævintýri, ég var gerður þar, dubbaður þar upp sem yfirlæknir COVID-göngudeildarinnar og það var ótrúlegt að fá að taka þátt í því verkefni og sérstaklega eftir að við getum sagt gerðum upp fyrstu bylgjuna þá allt í einu við vorum með spálíkönin þið munið þegar þau voru birt í sjónvarpinu svartasta spá, líkleg spá, lægsta spá og allt leit þetta hræðilega út og þannig að við bara prófuðum þessa COVID-göngudeild og svo kemur bara daginn að innlagnarbylgjan var miklu lægri heldur en við bjuggumst við og það kom náttúrulega mjög skemmtilega og óvart að geta séð og þá í fyrsta skipti á ævinni fannst mér, maður vissi alltaf að það skipti máli að komast til læknisins þú veist, það er gott þarna fekk ég bara fyrsta skipti bara töluleg gögn hversu miklu máli skipti það var semst 70% færri innlagnir en við bjuggumst við bara það að tala við fólk og hughreysta það í síman kalla það inn í skoðun gefa því vökva í æð þess hinum og þessum sýkla þetta var allt hræbilleg inngrip sem í læknisfræðilegum er ekki svona sexy læknisfræði það að klappa einhverjum á bakið og hugreistan gefa honum vökva í æð og kannski loft og þetta er ekki svona sophisticated læknisfræði og þarna allt í einu bara sá maður bara wow, þvílík áhrif og þetta þetta er í rauninni bara aðgengið að fólk hafi aðgengi að lækni allt í einu fekk ég bara þetta er bara svona rosalega mikilvægt og svipa leiti þá eru Jón Þorkell kolleginn minn í Lundi við vorum saman í gigtlækningum fórum saman út þá sendir hann mér eitthvað podcast sem heitir Vordmaktspodden þar sem við erum að tala við að því það er líka annað sem mér er mjög hugleikið það er að tala við fólkið á gólfinu að því við tölum við sjúklingana og heyrum hvað þeir segja við okkur það er þjónustan sem við eigum að veita en allavega hana þetta podcast ég hlusta mikið á það síðan en þarna var viðtal við hann herramann kollega minn Douglas K. Abbey og ég er búin að hlusta á svona 25 sinum á þetta podcast síðan og ég er líka búin að tala við hann ég fundi við hann, ég bauð honum á læknadaga á málþing sem Rúnar Pálsson og Mari Heimisdóttir héldu utanum og því miður voru þetta var hann allir í Alaska og það var 8 tíma mismunur þannig að hann þurfti að vera fyrstur snemmum morgunin, það var ekki nóg margir held í ráðamenn komnir til að hlusta á hann en hann hefur sýnt fram á það með því að breyta kerfinu hann kallar það same day access og þá er það sjúklingurinn sem velur hvernig sá access er og þá er það teiminu þá er kringum læknin er myndað teimi það getur verið þess svona sálfræðingur, hjúkrunarfræðingur, sjúkraliði þess svona djákni það mynda bara teimi til að sinna samfélaginu heilsugæslunni og þú ert rétt á milli 8 og 5 alla virkadaga kemst alltaf í samband og þú getur sendt e-mail, SMS, hringt, myndsambal, þú getur komið, en allavega það er á forsendum sjúklingsins. Og þeir hafa farið frá því að vera bara lélegir í flest öllum mælikvörðum fyrir 25 árum síðan, hafa lyft sér upp í efstu 10 til 25 persentílin, lyft sér alveg upp efst á kurvuna og skara fram úr og það sem meira er, þeir kosta helmingi minna en þeir kostuðu fyrir 25 árum síðan. Þessar 2 staðrendir segja manni bara það segja mér það allavega
að þetta skiptir höfuðmáli og þetta, ég meina þetta hefur gert það verkum að ég breytti því hvernig ég rek mína stofu það er bara og ég reyni hvað ég get að lifa eftir þessu að sjúklingarnir mínir hafi gott aðgengi að mér ég kannski svara ekki í síma en ég með tölvupóst sem þetta ná í mig og ég breytti til dæmis bókunarkerfinu hjá mér til þess að reyna að mæta fólki eftir í hvernig það þarf að mann að halda og ég vona, ég veit náttúrulega það er erfitt að mæla sitt eigið þýði en ég vona það að þetta skili árangri að veikindi sjúklingana minna verði minna fyrir vikið. Nú talaði María Heimisdóttir mikið þarfagreiningar og Vilhjálmur náttúrulega þessi mæling Öryrkjabandalagsins hún náttúrulega kannski sýnir ákveðna þörf. Nei, eiginlega ekki vegna þess að við sjáum til dæmis ekki nógu vel hversu margir sækja sér ekki þjónustu að þeir eru ekki peninga. Þá þetta vangreining og þörf. Þetta vangreining og þörf. Við þurfum að finna þessi 5 milljarðar eru ekki raunhæfir heldur í rauninni. Nei. Við þurfum að finna fólkið sem neitar sér þjónustu og við þurfum að finna leið til að sinna því. Þetta náttúrulega, það hræðilegt til þess að hugsa að fólk leiti ekki sér hjálpar hvernig það sá ekki fyrir því. Og það örmulegt. Og við þurfum að finna þetta fólk og vita hvað eru mörg og það verður að reikna með þessu. Því að það fólk sem neitar sér þessa þjónustu, það mun síðan skila sér bráðamóttöku. Þegar bara í óefni er komið. Og það sjá það allir að það reikningsdæmi sem gengur ekki upp. Og ekki gleyma því að 1,7 milljarður byggir á rannsókn sem var gerð fyrir 2020. 3,4 milljarður síðustu áramót og það sem að fara yfir 5 milljarðar núna ágískun á þeim taxta eða þeim hækkunum og komugjöldum sem við sér. Það enginn sem að skoða þetta. Það veitir enginn. Ég kannski á þinginu kannski talaði nú heldur niður til þarfagreininga. Ég meina það getur verið mjög gagnlegt að gera einhvers slags skoðun á því hversu mikla þjónustu á veita, hversu marga starfsmenn á að setja í verkið en við erum bara samt með svo margar vísbendingar uppi að við erum komin í óefni fyrir löngu. Ég get nefnt nokkur dæmi. Það eru yfir 2000 manns að bíða eftir liðskiptaaðgerðum. Okkur tíðrætt liðskiptaaðgerð við vegna þess að ég getur sagt að það er auðvelt að plokka út á tölfræði. Við erum líka með fullt af fólki sem að bíða eftir augnaðgerðum, legbrottnámi, gallblöðrubrotnámi. Við erum með 2 skýrslur sem landlæknisembættið gerði, eina 2019 og aðra 2020, annars vegar bíða eftir taugalæknisþjónustu og annars vegar gigtlæknisþjónustu. Og þarna sjáum við bara að þarna er mikill skortur á þjónustu. Ég nefndi þarna í pontu eða pallborðinu nefndi ég iðjuþjálfa. Og hann Emil hjá Gigtafélaginu kom nú að leiðrétti mig. Það er einn iðjuþjálfi sem sinnir öllu suðvestur horninu og annar á Akureyri. Og ég vinn með iðjuþjálfa og hún er utan kerfis af því bara hún fær náttúrulega fyrir að fyrsta ekki samning við ríkið. Vegna þess að liggur ekki fyrir þarfagreining. Ég hringdi upp í sjúkratryggingar og spurði getum við ekki komið þessari frábæru konu sem gerir frábæra vinnu inn á einhvern slags samning og þá var mér bara svarað að þarfagreiningar liggja fyrir. Það eru 2 iðjuþjálfar á Íslandi sem starfa sjálfstætt. Utan höfuðborgarsvæðisins. Einn á Akureyri og einn í Reykjavík. Men þetta er fyrir 270.000 manns. Og ég menn hvað ætlum við að eyða miklum peningum í þarfagreininguna? Bara skráið þessa konu inn. Og hver, vitið eitthvað hvernig þarfagreiningin er unnin? Ég hefði haldið að maður skrifi bara ég hefði bara haldið og skrifar á blað einn iðjuþjálfi 270.000. Við hljótum að vilja hafa við getum hort yfir hafið. Ég meina það leggja fyrir breska í NHS og svo hafa náttúrulega Skandinavar unnið mjög góða vinnu í þarfagreiningum og ég meina ég nefnt sem dæmi gigtarlækna þannig að ég þekki það nú bara mjög vel. Það talað í Svíþjóð að þurfi einn gigtarlækni í 75%
klínískri móttöku fyrir hverja 25 til 40.000 íbúa. Á Íslandi, ég finna vissulega eru kannski 12 læknar sem eru með eru menntaðir gigtarlæknar, sumir hverja starfa ekkert við gigtlækningar, en ætla við séum ekki núna svona 7-8 sem er í klínísku starfi, kannski 9, en móttakan, það er kannski svona 4 stöðugildi. Þannig að það er 100%, 75% sem er með móttöku. Þannig að við erum með 4 stöðugildi í því, sem segir okkar að við erum þá með manpower fyrir 100.000 manns. En það búa fleira á Íslandi. Já, einmitt. Það vantar þarna fyrir 264.000 manns. Og þetta er til fyrir allar greinar. Þetta er til fyrir sjúkraþjálfun, þetta er til fyrir taugalækna, þetta er til fyrir allar. Við þurfum ekki að gera þetta sjálf, við getum bara flutt inn gögn frá Svíþjóð. En líka sko þarfagreiningin er eitt, en það er svo hvort og hvernig þetta er fjármagnað. Og maður sér þetta kannski best held ég í lyfjakostnaði, sem mér er sagt að undanfarin ár, þó nokkuð lengi, það vitað hvað þetta var á síðast ári og hvað þetta verður líklega næst, og ég tala eitthvað sérstatengt ADHD-lyfjum, ekki tala heildina. Þetta er frekar svona þekktur kostnaður. En ár eftir ár er áætlað fjármagn miklu minna og hækkar ekkert. Ekki með einu svona fólksfjölgun. Nei, fjárlaganefndir er álagt að hækka þetta, þeir gera það ekki. Og þetta gerast trekk í trekk. Og þessi ákveðin liður, hann er bara alltaf í mínus hjá sjúkratryggingu. Þú veist, til hvers að áætla það er ekki farið í eftirinu. En nú er talað, nú er beðið eftir einhverju skýrslu frá samkeppniseftirlitinu. Já, ég veit, eins og María saði þarna í pontu að hún hefði kært okkur til samkeppniseftirlitsins. Og það eru mér skilst eftir því sem ég veit best, það er alltaf að gefa út einhverja leiðbenningar hvernig við eigum að starfa. Ég veit ekki til þess að samkeppniseftirlitið hafa reynilega lagaheimild til þess að gefa út einhverja almenna leiðbenningar. Kærði ekki að það var beðið álit á okkur. Já, allavega hún vísaði einhverjum ábendingum til, hvort hún hafi kært okkur eða ekki, það er kannski rangt að mér að segja það, en allavega hún vísaði einhverjum ábendingum áfram á samkeppniseftirlitið og þetta var 2018 eða 2019, við fengum í sumar eitthvað plagg sem við erum búin að gefa okkar álit á, og mér skilst að þetta enda sem einhvers slags leiðbenningar. Ég meina ég ekki veit í hvað samkeppniseftirlitið við erum búin að vera með samningsumboð fyrir okkar félagsmenn í 112 ár. Hafi ekki stundum það hafa komið einhver upplýsingar það að það sé einhver gríðarlegu munur á því hvað rukkað fyrir aðgerðir eða eitthvað svo leys? Núna það er engin samningur í gangi. Nei. Það er sem þýðir það að samkeppnislög er í gildi. Já. Það er ekkert verðsamráð á milli stofa. Ég hef ekki ég veit ekki nákvæmlega hvað læknasetrið er ruknar í kömugjöld. Ég þetta bara ringja þangað og spurja. Ég myndi að hjartamiðstöðina með eitthvað annað, við erum með eitthvað gigtarmiðstöðin sem ég fer fyrir, við erum með annað. Já. Og ég meina þetta er bara okkar eigin útreiningar. Ég meina þannig að það er ekkert, en sérst læknar innan stöðvar geta haft eitthvað við með sína milli, en ég meina það var heilmikil vinna í aðdraganda samninga sem sagt 2018 þegar við heldum að við værum að fara að semja aftur við ríkið. þá náttúrulega, að því ég var formaður félags gigtarlækna, ég vildi nútíma veða gjaldskrána okkar. Við hittum 7-8 skipti við gigtarlæknar og hérna semst á félagsfundi og vorum að rýna í það hvernig starfa gigtarlæknar þetta, hvernig ef við fengjum að gera þetta eins og við myndum vilja hafa þetta. Og þá skrifuðum við upp þá liði sem endurspegla þjónustun okkar og svo reyndum að setja hversu langan tíma fór í það og reyndum að verðsetja út frá því og svo reiknum þetta fram og tilbaka og við lögðum þetta plagg fram en það hefur ekki fengist og ég veit miklu púður í því að reyna að fá gjaldskaran okkar samþetta við skrifum 40 blaðsíðna greinargerð til þess að færa rök fyrir því að þetta taka upp ákveðna liði. Ég skrifaði líka 2016 20 blaðsíðna greinargerð omskoðanir sem ekki fékkst í gegn. Þannig að
Hvernig fer þetta? Er þið vongóð? Nú var Marja Heimisdóttir rosalega vongóðum á samningar færa nást og Já, svona einhlega samningar. Svona einhlega samningar. Hvernig fer þetta, Vilhjálmur? Eru öryrkjar að fara að bera hennar kostnað áfram? Að óbreyttu, já. Að óbreyttu. Það held ég sé bara blasa eiginlega við, sko. Því að svar sjúkratrygginga alltaf, við fáum bara þetta fjármagn, það þetta sem þetta skiptana og ef við viljum fá meira, ef læknar og sjúkraþjálfarar vilja fá meira borgað, þá verðum við bara að minnka það sem við getum niðurgreitt, eða fjöldan. Hvað segir þú, Ragnar? Þurfum við að ráðast að pólitíkinni? Já, ég væri ekki, ég hefði ekki boðið mig fram sem formann Læknafélags Reykjavíkur nema að hafa áhuga því að ná einhverslega samningum við eins og hið opinbera. Annars væri nú ansi asnalegt að hafa tekið þetta verkefni að sér. Þannig að ég er bjartsýnismaður að eðlisfari og ég trúi því að við getum náð einhverri niðurstöðu við hið opinbera, hvort að það verði samningar, auðvitað vona ég það, en það væri þá allavega lágmarki að til dæmis að verð að niðurgreiðsla er breytt, að við erum með nokkra leiðir til að ná markmiðum okkar. Annars vegar væri þetta að hækka svokallað einingarverð. Þannig að þá ættu sjúklingar auðveldar að ná upp í greiðsluþátttöku og svoleiðis. En svo maður hlýtur náttúrulega mega endurskoða greiðsluþátttöku kerfið. Ó, já. Það er bæði gott kerfi, en það er líka slæmt kerfi. Og ég myndi segja að það væri kannski skynsamlegt að gera einhverslega skreiningu á því hvernig hefur þetta kerfi þjónustað okkur. Og mér finnst til dæmis að fólk sem er borgunarmenn fyrir þjónustunni, þau geta tekið ríkari þátt í henni en þeir sem eiga minna á milli handana og sérstaklega þeir sem eru öryrkjar. Mér finnst frálegt að þeir eigi að borga mikla hlutdeild í þjónustunum vegna þess að gefa þau þurfa meira notana. Þannig að kerfið er ósanngjarnt í greiðsluþátttöku kerfið í dag. Það er of mikið hallar eða sem sagt í rauninni of háar mælistikur með að við kannski fyrir suma er það en ekki alla. Nei. Og mér finnst sjálfsagt að bara þeir sem eiga peninga á milli handana þeir geta borgað meira. Og ég get nefnt eitt dæmi, til dæmis fyrir 2-3 árum síðan var ákveðið að heilsugæslan yrði gjaldfrjáls. Ég skil hugmyndafræðina. Það er aðgengi yrði aukið. Á þeim tíma var það þó þannig að börn, öryrkjar og aldraðir voru þegar verndaðir. Borguðu mjög lítið eða ekki neitt. Þannig að þá sem sagt, var þessi peningur settur í fólk eins og mig og alla aðra sem kannski eru þá borgunarmenn fyrir þjónustuna. Það kostaði mörg 100 milljónir að niðurgreiða verðmiðan fyrir mig og aðra í minni stöðu úr 1500 krónum niður í 500 kall. Það er mjög skrítið að taka mörg 100 milljónir, mér minnur það verið 400 milljónir, að niðurgreiða eitthvað sem kostaði 1500 niður í 500 kall. Ég hefði frekar tekið þessa upphæð og sett hana í þar sem þörfin er mest. Það er klárlega ekki að niðurgreiða úr 1500.000. Þetta er svo lítið fyrir bara almenning sem kannski fer 2.000 til heimilislæknis á ári. Þetta er 2.000 krónur á ári sem almenningur fær hjálp með. En það er annar hópur í mun stærri, meiri þörf. Það er miklu ekki bara alltaf af og til. Ég meina það væri til dæmis þessar 400 milljónir hefðu gagnast miklu betur til þess að aðstoða fólk á örorkulífeyri að leita sér sérfræðiþjónustu. Ég hefði haldið það. Og með að þetta er ekki í lagi, þá bara dæmi sem við myndist þarna á ráðstefnunni, tengdi öryrkjum, 3 manna fjölskylda, 50.000 krónur í komugjöld á einu mánuði. Þetta gengur ekkert við. Nei, þetta er ógnalegt. En varandi endurskoðun á þessu kerfi, ég man ekki betur en það hafi í upphafi staði til að endurskoða það
og hefði átt að byrja á því fyrir löngu síðan. Það breytt að verkefnum að koma þeirri umræðu bara upp á koppin. Bara, veist, kom hvað, 2017 ekki? Jú, mér minna það, 2017 var þetta kerfi tekið, ég þyrfti að fletta því upp til að hafa það á hreinu. Já, nú komum þá 5 eða 6 ár. Þá bara að skoða hvernig hefur framkvæmdin tekist, hvað þarf að laga. Ekki bara þessi stóru peningar sem vantar, þetta bara hvernig þetta virka, getur við gett öðruvísi. Kostnaðar þakkið, ég man aldrei hvort maður talar að hækka það eða lækka það, en fyrir þá sem þurfa, þá eigi þeir að borga minna. Heldur í dag, það þarf að laga það. Herru, ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna, Vilhjálmur Hjálmarsson og Ragnar Freyr Ingvarsson, og við bara vonum að eitthvað fara að gerast í þessum samningaviðræðum. Takk fyrir. Takk kærlega. Takk. Herðu, við höfum staldræna stundum við rauðaborðið og rætt svona bækur sem eru að koma út. Þetta eru margar bækur sem eru að koma út sem eiga erindi við okkur í dag, eru innleggin í umræðuna. Sumar sem eru nýskrifaðar og aðrar sem eru eldri og hafa verið þýddar. Og við ætla að ræða við Soffíu Auður Birgisdóttur í dag, eða kvöld, bókina sem var að koma út og þú þýddir. Útlínur liðins tíma eftir Virginíu Woolf. Já. Ég svona að segja, það þannig að eldri bækur eiga svona misjæft erindi til okkar tíma. Já. Tíminn eitthvað svo mikið kvikindi að bækur sem að tala sterkt til okkar, allt í nú hægt að gera það. Já. Og allt í nú koma síðan eldri bækur og eiga eitthvað brýnt erindi við okkur. Það var svo sannarlega við þessa og ekki síður fyrirbókina sem ég þýddi eftir hana. Og Sokkin í Virginíu Woolf. Já, uppáhaldsöfundur minn, sko. Ég þýddi 2017 kom hún út, Orlando eftir Virginíu Woolf sem skáldsaga og hún tala nú aldeilis inn í kynjapólitík tímans. Hún fjallar persónu sem fæðist á 15. öld á Englandi sem strákur. Lifir í 300 ár og breytist í konu á miðri ævi. Verður transkona. Og verður bara, hún bara sefur hann sofnar í 7 daga og vaknar upp sem kona. Það hefur ekkert breyst í hennar karakter eða hugsunagangi en aðstæðurnar hafa alltils breyst. Það svolítið annað að vera, og þá komin 18. öldin. Það annað að vera kona á 18. öld en þegar að hann sofnar dásvefninum þá á hann herragarð og mikla regnir og sem allt í einu hún hefur ekki rétt á og þannig talar það inn í kynjapólitíkinu og líka bara þetta þú nefndir orðið trans, það var náttúrulega ekki til þá sko, en hún leggur svo mikla áherslu á að það breyttist ekkert eftir að kyni breyttist og ekki heldur langanir hennar. Hún með köllum og konum bara eins og hún vill og klæðir sig eins og hún vill, stundum sem kall og stundum sem kona og þannig að allt þetta passa mjög vel inn í okkar umræðum. Men þó meira, ég var afvegalega með að segja trans. Þetta frekar þá tilraun í því hvernig samfélagi bregst við ef þú karl eða ef þú kona. Já. Það má segja það. Og þetta sko mjög svona létt og skemmtileg bók. Hún talaði að hún hefði verið í rithöfundafríi þegar hún skrifaði þessa bók, skrifaði hana mjög hratt, byggði hana einhverju leyti á ástkonu sinni, Vítu Sackville West, sem var líka rithöfundur og byggði svona bókina mikið á henni og hennar lífi og hennar fjölskyldu í gegnum aldirnar. Hún var svona aðalsættum. En líka á eigin karakter, ef maður þekkir Virginíu Woolf, þá sér maður mikið af henni sjálfri í Orlando. Og bókin var kölluð fallegasta ástarjátning, lengsta og yndislegasta ástarbréf bókmyndana. Og þá var verið að tala að þetta væri ástarbréf Virginíu til Vítu. En þetta ekki síður ástarbréf til enskra bókmynda, af því
að hún sífellt að tala enska bókmyndir og tengja söguna enskum bókmyndum og þarna koma fyrir gæjar eins og Pope og Swift og aðrir svona meistarar enskra bókmynda og ensk saga líka, 30 alda saga líkur þarna á bakvið og alveg stórkostleg bók. Mikla spinna. Já, og þetta svona, eins og ég segi, svona létt og skemmtilegt og auðvelt að lesa þetta. Hún þykir nú kannski ekki frægust fyrir það að því að hún er brautryðjandi í módernískum bókmyndum og ein af þeim sem að finnur upp hugflæðið í stíl og hún er kannski þekktari fyrir það í verkum eins og Út í vitan og Mrs. Dalloway sem að báðar hafa komið út í á íslensku. Nú, en þessi sem ég þýddi núna, sem heitir á frummánu Sketch of the Past. Er þung og erfið? Nei, hún er það ekki. En þetta sjálfsæfisögulegt. Þetta er það eina sem hún skrifar. Hún skrifaði aldrei eiginlegar æfisögur, en hún pældi mikið í æfisagnaforminu. Og Orlando er náttúrulega æfisaga persónu og hún er alltaf að gera grín að því. Sko, við erum forminu. Já, við erum með æfisagnarritar. Hann er að skrifa æfi Orlando, en hann er alltaf að rekast á eitthvað sem hann skilur ekki. Og hann vil skrifa æfisögu manns þar sem hann getur rakið æfi hans frá afreki til afreks og þangað til að hægt að setja legsteinin yfir nafnið. En hann lendir stöðugt í vandræðum þarna og það er mjög skemmtilega pælingar æfisagnarritun í Orlando. En sjálfsæfisaga er svolítið önnur deild. Það er svolítið önnur deild og í þessari bók þá fer hún í raun og veru yfir næstu því alla sína ævi, hún var nú ekkert mjög gömul og lýsir benskunni mikið og foreldrum sínum og svona hvernig lífi breytist þegar þau eru fallin frá og kannski komum betur inn á það á eftir, en líka er hún jafnframt að spá í hvernig ámaður að skrifa æfisögu og hún er reyndar þegar hún er að skrifa þetta, þá er hún að skrifa einu æfisöguna sem hún skrifaði listamannin Roger Fry og það var mikil barátta fannst henni að skrifa þessa æfisögu. Og þá er það vandinn það hvernig maður er að segja satt. Já, og hvernig maður að lýsa mannesku. Já, og einfaldar mann ekki bara í hvert skipti sem maður reynir það og skilur eitthvað eftir. Nei, og hún er með hugtaki á ensku Moments of Being og sem ég kalla tilvistaraugnablik að mest allt lífið er þar erum við bara það er tilvistarleysi, við bara líðum áfram í tilvistarleysi, svo koma svona einhver augnablik sem að við munum og það er þetta sem hún kallar moments of being og ámaður að staldra við þetta, hvernig ámaður að lýsa þessu tilvistarleysi sem að næstu því all lífi byggist á, þannig að hún er sífellt að velta þessu fyrir sér í bókinu leið og hún er að skrifa. Og svo er hún alltaf, hennar stíll er mjög ljóðrætt, þannig að þegar hún byrjar að lýsa sínum fyrstu bernsku minningum, flesta sjálfsæðisögur byrja á fyrstu minningum, að þá staldrar hún ekki við eina, heldur að 2 minningar sem hljóta að vera hennar fyrstu minningar og önnur er bara því að hún situr í kjöltu móður sinnar og man eftir blómum á kjólnum hennar og þessu lýs hún í löngu máli afskaplega fallega og maður heillast af þessari ítarlegu lýsingu. En sko þessi... Það er þá tilvistaraugnablik að hún uppgötar aðra mannveru og aðgreiningu sína frá henni. Já, nákvæmlega, jú. En hitt augnabliki var? Hitt augnablikið var, hvað var það nú aftur? Það var... Allt í lagi, þú ert ekki í... Nei, ég auðvitað á ég að muna það, sko, það var þessi lestarferð þar sem hún satt í fanginu á móður sinni og mannaði eftir kjólnum og blómunum. Já, og svo er það þegar hún, bara bernskuminning frá því að hún liggur í barnaherbygginu og er að fara að sofa og heyrir öldugjálfur fyrir utan og sér, gardínustrengin dragast eftir gólfinu og þetta er annað svona augnablik sko og þá upplifir hún sælu. Hún er svo hamingjusamt barn þarna
og áður mamma hennar dó og Þannig svona samræmi milli sín og sjávarins. Já, og öll þessi... Svona hálfpartin að renna saman við alveg að maður til er. Nákvæmlega, og hún talar einmitt sko hljóð og eins og Proust, lykt og hljóð og að þegar maður að lýsa minningu þá ekki bara hægt að gera það vitrænt, það verður að gera tilfinningarlega út frá skynjunum og umhverfinu. Þegar við erum þannig skemmur. Já. En svo hef ég bara svo ég haldi áfram að tala mismunandi stíl, ég legg áherslu á Orlando er létt og skemmtileg, þessi er bara mjög áhugaverð, mjög læsileg, svo hef ég þýtt eina smásögu eftir hennar sem er dæmigerð mótinískur texti, birtist í smásagnasafnu smásögur heimsins í Evrópubindinu og það er erfitt að lesa þá sögu fyrir þá sem að vilja eitthvað gerist í sögum af því að þar er hún með þetta hugflæði og að lýsa aðalega blómum í almenningsgarði og eitthvað fólk sem á leið og svona grípur eitthvað svona brotasamtölum og þannig að allavega þessi 3 textar sem ég hef þýtt eru allir mjög ólíkir. En af hverju ertu að þýða Virginíu? Af því að hún er uppáhaldshöfundur minn eins og ég nefndi áður. Af hverju er uppáhaldshöfundurinn, spyrir þú? Hún er bara svo stórmerkileg, bæði er hún náttúrulega brautryðjandi í bókmenntasögu, í vestrænni bókmenntasögu með módernismanum. Hún er afskaplega skemmtileg líka stundum og svo er hún náttúrulega svo róttækur feministi. Og Helga Kress þýddi nú Sérherbyggi, það var fyrsta bókin sem kom út eftir hann á íslensku. Það er ritgerðasafn og það er svona grundvallar texti í feminískum fræðum og Sérherbyggi vísa til þess að konur geti skrifað, þá þurfa þær fyrst og fremst sérherbyggi og peninga, svo tíma og rými og eitthvað svona efnarslegar forsendur til þess að geta að lifa sjálfstæðlífi. Já. Sem að konur höfðu ekki á þeim tíma. Já, nákvæmlega. Og hafa síður í dag. Já. En karlar. Hún hafði kannski að vissu leyti af því að hún er fædd inn í efnaða efri millistjætt og þannig að hún hafði alveg svona tíma og peninga, má segja, en hún gerði sig grein fyrir að það hefði ekki allar konur og í Sérherbyggi þá er hún að líta tilbaka til annara skáldkvenna og þeirra baráttu og örlega. Og ég spyrum feminismana því að þessi bók er skrifuð bara rétt þegar stríð er að brjótast út. Já, stríðið það kemur inn í af því að hún skiptist á að lýsa fortíð og nútíðin er hörmungu upplausn. Já, og hún býr í London og það eru sprengjuflugvélar á hverju nóttu og húsið hennar var fyrir sprengju, húsið í London. En síðan eru 80 ár liðin af kvennabaráttu. Hvað sem eru haft ýmiss konar áherslur og náttúrulega ýmiss konar farvegi og allt saman. Já. Hvað er það ef þú ættir að lýsa feminisma Virginíu Woolf? Hver er hann? Er það svona einkanlegur, tilvistarlegur, persónuleg upplifun konar eða er það samfélagslegur, pólitískur feminismi? Hún er náttúrulega, ég getur ekki neita sínum uppruna, hún er að forréttindastétt en hún fekk ekki að læra nema bara heima þegar bræður hennar fór í skóla þá var hún að læra en hún bjó hjá átti mjög upplýsta foreldra þótt að hún lýsi pappa sínum sem alveg dæmigerðum viktorískum harðstjóra af vissu leyti að þá hvatti hann hana til náms og lestus hann var rithöfundur og hann var bókmenntafræðingur, hann var stofnandi ritraðar sem að heitir Dictionary of, ævisögur merkra manna. Þetta er alfræði rit sem er ennþá til og þar sem hann skrifaði á 400 ævi ágrip karlmanna
skálda og hann var alveg frá því hún fæddist, árið sem hún fæðist þá hann að byrja þetta verk, þannig að hann situr alltaf við og að skrifa kallmenn, þeirra líf frá afreki til afreks og hann hliðvörður inn í bókmenntir feðraveldisins. Algjörlega og hún gerir eiginlega makalust grín að þessu í skáldsögunu út í Vitan, hún byggir þá sögu á sinni fjölskyldu og þar sem sagt eigin maðurinn að glíma við stafrófið og hann ætlar að sigra stafrófið frá A til Ö en hann fastur í kú og kemst og að spólar þar og þetta náttúrulega svona svolítið skemmtileg mynd af hans starfi þar sem hann þetta var gefið út í stafrófsöð sko. A, B, C, þessi bindi sko ævisögur merkra manna og þetta til í dag á netinu og eru komnar sko fleiri þúsund færslur í þetta en þegar að faðir Virginia Woolf, Sir Leslie Stephen var að vinna að þessu, hann ritstýrði þessu og skrifaði sem sagt hann á 4. færslu sjálfur þá kom þetta bara út í bindum eftir stafrófinu og það var náttúrulega engin kona sem hafa skrifað þar en hann var sem sagt mikill bókmenntamaður, hann var líka ritstjóri bókmenntatímarits í heimsótti fjölskyldunar komu frægir höfundar og þannig að hún svona inn í þessu lífi og hann hvetur hana til að læra, hún lærir heima grísku, latínu lesa allan Shakespeare og enska bókmenntir og hún hafði ótakmarkaðan aðganga hans bókasafni, það voru enga bækur bannaðar og hann hvatt hana til lestus og svo hvatt hann hana til skrifta. En hann hefur séð í henni þann anda sem hún var, þótt hann hefði ekki séð að það hefði ekki eftir áhrif á afstöðu til kvenna almennt. Nei, og auðvitað hafði hún bara feður og dæturnar, hún hafði náttúrulega ekki sko, hún þurfti að sinna sínum skildum líka og hún lýsir því svo skemmtilega hér, hún lýsir sko þessu viktorianska samfélagi alveg kostulegan hátt klukkan sko 4 þurfti hún alltaf að vera tilbúin upp og klædd til að taka á móti gestum og skenka te og halda uppi samtölum sem hún lýsir mjög ironist sem voru innihaldslaus og leiðinleg og átt að vera það ekki innhaldslaus og það verið augrað ekki neinu. Jú, nákvæmlega en svo lýsir hún alveg kostulegan hátt þessum ég kallaði þegar að unga stúlkur eru kynntar til leiks hvað var að kalla coming out og þá var farið með þær á milli dansleikja og sangkvæma og þær voru orðna mannbærar og þeir að kynna þær og þessu lýsir hún sem miklum horror í sínu lífi sem hún þarf að gangi í gegnum og lýsir einmitt svona samtölum þar sem að hún að ögra og segir til dæmis þarna þetta náttúrulega aðallinn og efri millistjætt og einu stað lýsir hún samtali þar sem hún segir við ungan aðalsmann að henni finnist að eigi að refsa fyrir fégræðgi á sama hátt og fyrir þjófnað og morð og þar með náttúrulega nennir hann ekki að tala við hana lengur sko og þannig að hún sífellt að reyna á þolmörk þessa samfélags sem hún býr í, hún og systir hennar Vanessa sem var frægur listmálari og þær eftir að móðir þeirra dó og hún missir móðir sína þegar hún er mjög ung 12 ára minni mig og það gríðalt áfall og þá tekur elsta systirinn við heimilshaldinu svo giftur hún sig og deyr eftir brúðkaupsferðalagið sko bara 2 árum eftir að móðurinn deyr og þá það náttúrulega annað áfallið og þá það hún og systir hennar sem eiga taka ábyrgð heimilshaldinu og faðir þeirra var mikill harðstjóri og sérstaklega í peningamálum sko. Hún talar miðvikudagana þegar hann fór yfir heimilsbókhaldið sko með miklum dramatískum ópum og öskrum og látum. Mér finnst allar þeirra rákara. Já. Og á þessum tíma sko sem þessi áföll að dynja yfir og svo náttúrulega bætist við áfall sem tengist málefni sem heitt í dag
Me Too, af því að hún á 2 eldri stjúpbræður og annar þeirra, við veitum ekki hversu mikið, en eitthvað misnotar hann hana og hún lýsir slíku tilviki þegar hún er bara mjög ung og við veitum svo sem ekki hvort það var meira, en öll þessi áföll sko valda hennar sálrænu erfileikum. Hún átti við mikla sálræna erfileika að stríða og endar svo á því að taka í líf. Var í tráma sitt líf út af þessu. Var í miklu tráma og á þessum tíma þá líka meðferð við sálrænum erfileika kvenna eins og hennar er að hún á að liggja í rúminu og gera ekki neitt og sérstaklega ekki að lesa og skrifa sem var það eina sem hún hafði áhuga á og hún fann að það var að koma yfir þetta svona ástand og hún gæti ekki hugsa sér að takast á við það eina ferðin en þegar hún endar líf sitt. En svo ætlaði ég að segja sko þótt að þetta sé hennar bakgrunnur, þetta viktoríanska samfélag, þetta kallveldi, feðraveldi og hún og systir hennar eru algjörlega ofurseldar í því þótt að reyni svona á þolmörkin að svo þegar að faðir þeirra deyr þá náttúrulega verður algjör bylting þá selja þær fjölskylduhúsið, kaupa sér hús í Bloomsbury sem er svona listamannahverfi í London og breyta bara gjörsamlega lífstíl, þú veist, henda bara viktorískum gildum alveg bara út í hafsauga, fara að klæða sig öðruvísi, fara að umgangast unga róttaka listamenn sem kynntust í gegnum bræðu sína sem voru í háskóla og þá verður til þessi Bloomsbury hópur sem að hittist vikulega á heimilið þeirra og þar var til dæmis voru nokkrir sem að voru opinberlega samkynhneigðir og það var ekkert málskilur þannig að hún fer inn í svona algjört bóhemalíf, mjög frjálslynd og þannig að þetta er alveg ótrúlega að lesa þessa... Þannig hún stekkur út úr Viktoríutímanum yfir í, hvað við segja svona upp að frjálslynd nútíma. Já, og hún segir á einu stað að... Hún er manneskja að tveggja heima. Hún er það algjörlega. Og segir á einu stað að í raun og veru hafi verið óbrúanlegt bil á milli þeirra og föður þeirra. Það hafi í raun og veru vantað kynslóðar á milli, sko. Það vantaði eitthvað til að brúa þessi átök. Þannig að í bókinni þá er hún að pæla í því hvernig maður segir. Sjálfsæfisögu, hún er að lýsa þessu viktoríska samfélagi írónískt en samt að væntum þykju, henni þykju væntum en að pappa sinn þótt hann hefði verið harðstjóri og hún hefði ekki þolað hann á tíma. Og svo þessu nýja lífi bóhemanna. Sem að hún leita á að væri svona svar við erfiðleikum hins tímans. Hún taldi sér það fundið lausnina. Já, þú varst, ég held að þetta langa svar mitt hafi verið við spurninginni hver feminismennar væri, sko. En hann er náttúrulega þetta að það er ekki nóg að eiga sérpeninga, það þarf líka bara frjálsræði til að ráða sínu lífi. Og móta það. Já. Það hefur ekki verið bundin af einhverjum svona, leggjum hugafassis, eins og við kalla. Já. Þannig að þetta er svona tal til hverrar konu. Já, og kallmanna líka, sko. Já. Ég meina þetta er ekki feminismi svona, þetta er ekki samfélag, þetta er svona enganlegur, tilvistarlegur feminismi. Já, þetta er ekki, sko, hún er, og sérstaklega í þessari bóku er hún ekkert að boða feminisma, hún er bara að ræða sitt líf og hvernig hún og systir hennar, hvernig þau brutust í þessu feðraveldi og þetta er mjög marglaga og djúpu texti og alls ekki hægt að tala þetta sem eitthvað svona feminist manifesto, ég myndi ekki gera það. Það er frekar sérherbyggi sem er það. En svona í allri baráttu, nú er ég ekki kona, en ég rekna með því að í baráttu feminismans þá þurfum maður sjálfur
eða sjálf að svona gera upp við sig að taka svona persónulega ákvörðun að stíga yfir eitthvað þröskuld, að skynja sig með einhverju tilteknum hætti, að taka þátt í baráttu út eða skiptir mjög máli, ekki endilega út frá einhverjum svona samfélagslegum ástæðum, þetta enganleg ákvörðun. Því ef þú stígur ekki það svona enganlega skref, þá svona hætt við að þú sért alltaf svona hálfpartinn að reka áfram erindi eldri hugmynda á tíma, ekki? Já, sko, Virginia Woolf var ekki virk í félagi súfragetta eða pólitískri kvennabaráttu, hún var það ekki. Hún var einræn, hún var ekki allra eins og sagt. Nei, hún var manneskja sem leið best sko í sínu sérherbyggja að skrifa. En fyrir utan skáldsögurnar og þessar bækur sem við minnst á þá skrifaði hann yfir 500 greinar og kannski eru flestar þeirra tengdar bókmenntum og margar kvenrithöfundum. Hún mikið að spá í þeirra kjör og þannig að hennar barátta kannski ekki beint hún ekki svona virk í pólitískri baráttu en hún alltaf samt hennar persónulega framlag til bókmenntana leið framlag til feminisma bara með hennar hugmyndafræði. Þetta upp á höfundurinn. Já. Og hún mjög bókmenntalur höfundur og þú bókmentarfræðingur. Já. Það getur verið ástæða. En þetta ekki líka bara, hún bara svo skemmtilegur haus að skipta á sínum haus og taka upp hennar haus sko, og leiðinni að þvælast heiminn og söguna og sjálfa sig. Algjörlega. Og sko mér illa við orðið snillingur en ég vil nota það hana, sko. Já. Og maðurinn hennar, Leonard Woolf, hann var sammála því, hann áleit hana snilling og umbar hennar veikindi Hvernig lýsir það sér? Hvernig getur þú lýst því fyrir mér að hún hefur verið snillingur? Það er hann að samfæra með það. Já, bara í þessum, í bókunum hennar, sko. Ég segir bara, lestu Orlando. Hún bara svo rosalega snjall höfundur, sko. Hvernig hún flétta saman sögu, bókmyndasögu, skemmtilegum persónusögum, kvennabaráttunni og svo í Þannig að hæfni hennar sem höfundur svo sterk, hún hefur svona eitthvað svona líkil og hún reynilega getur gert til að hvað sem Já. Og getur tengt hvað sem og alltaf aldrei mistig sem lesir. Nei, hún og bara treystir henni bara fullkomna. Já, hún ögrandi, hún hefur hennar ljóðræna streng fyrir þá sem að njóta þannig texta sem ég geri, svo hún bullandi írónisk sem ég finnst líka mjög skemmtilegt og já, ég veit ekki alveg hvernig ég á að lýsa því en mér finnst bara maður náttúrulega kynnist verki alveg rosalega vel á því að þýða það innviðum þess og það glíma að þýðana, ég meina ég ekki þýðandi atvinnu og það liði 10 ár frá því byrjaði að þýða Orlando og þá til að koma út að því ég var að þýða þetta svona helgar og svona stolnum tíma. Þegar það var eitthvað lélitt í sjónvarp. Ég horfi eiginlega aldrei á sjónvarp, sko, það maður ekki tíma. En varst ekki líka að velja erfiða smásögu til þess að raunverulega kynnast henni sem höfundi, að taka svona ólíka stíl hennar? Ertu ekki í svona svolítið ferðalagi að sko sem þýðandi að kynnast henni? Jú, mér finnst mjög gaman að taka þessa ólíku tegundir af bókum og mér langar að þýða allavega eitt verk, ég veit ekki hvað mér eldist aldur til að þýða mikið af hennar verkum, en næsta verk sem mér langar að þýða og aðeins byrjuð á, það heitir The Waves á ensku og þar eru margar raddir og þetta svona eiginlega á mörkum þess að vera skáldsaga í ljóðaformi, sko. Þannig að þar kemur enn einn angin, líklega ljóðrænasta verki hennar, samt skáldsaga. Þar sem margar raddir skiptast á að tala og já, þá ég kannski búin að taka svona flestar textagerðir. Sem að hún beitti. Já. En hún svolítið með sjálfan sig, hún svona höfundur sem í þessari bók hún náttúrulega að skrifa þess sem að Guðbjörgur kallaði skáldaðisögu. Já, sko, hún, þetta náttúrulega
eins og komum við fram, minningar hennar og hún veit að sannleikurinn illhandlanlegur, þannig að hún sífellt að spá í það. Hún líka að reyna að höndla sannleika sem eiginlega varla hægt að koma í orð til annara mennesku, þessar upplifanir. En svo kemur líka fram, ef maður þekki verkanar, að hvað skáldverkanar eru mikið byggð á hennar lífi. Eins og ég nefndi þarna út í vitan sem bara þar við, móður hennar og föðurinn og sambandið þeirra á milli og þannig að þetta svona varpar ljósi á það hvernig hún notar sitt fólk og sitt líf og líklega gera það nú flestir höfundir. Ég ætlaði að draga því að skáldaævisögunni af því að þú skrifaði doktorsritgerð Þórberg Þórðarsson sem var alltaf með sjálfan sig á milli en í kjöldunni meðan að var að skrifa. Hvað finnur ykkur líkindi með þeim tveimur? Nei, einhverjum kalli og suðurbreytt og frjálsriti konu í Bloomsbury. Já, auðvitað alltaf þetta að finna líkindi og það er nú svolítið gaman því að Hann reif sér náttúrulega út úr fábreyti sveitarinnar Algjörlega. Og reyndi náttúrulega að teygja sig bara upp í alheiminn, þessi heimur sem að gekk inn í, hann vildi að hann væri þessi staðstur. Já. En sko Þórbergur, hann skrifa skáldaævisögur, þetta frábæra orð sem Guðbergur fann upp og smell passar við það sem Þórbergur er að gera. Notar sjálfa sig sem aðalpersonu í allt sem hann skrifar og alltaf að skrifa sig en svo þegar að fólk voru að lesa dagbækur hans og kynnast líf hans betur þá áttaði sig á því að hvað hann var mikið að skálda sko. Það er, þau eiga ýmislegt sameiginlegt Það kemur litið upp á svipum tíma. Já, einmitt. Þau eru líka bullandi írónísk bæði. Það er eitthvað sem þau eiga sameiginlegt. Fyndin. Þótt að það sé kannski, það er aðalega Orlando þar sem hún alveg fer á fullt í húmorinn, sko. Og þessar pælingar með hvernig maður getur unnið úr ævi sinni. Ég held reyndar, ég segi það eða skrifum það í bókin minn Þórberg að hans fyrirmyndu voru Íslendingasögur. Sem sagt þegar hann fór í háskóla í Norrænu þar sem hann satt sem nemandi í 5 ár þótt hann væri ekki formlega innritaður og fekk ekki útskrifast af því að hann vantaðist útsprófið að þá kynnist hann nýju sjónarhorni á Íslendingasögur að þetta sé sambland af sagnfræði og skáldskap og ég held að hann náttúrulega elst upp við það að Íslendingasögur eru lesnar heima hjá honum uppátt á kvöldin og allir trúa því að þetta sé bara sanna sögur af forfeðrum okkar og svo þegar hann fær þetta nýja bókfestu viðhorf í háskólanum að þar bara fann hann aðferðina sem að trúi ég sem að hann gat notað í sínum skrifum og nýra á háskóla á handritadeild eru til sko glósubækur frá Þórbergi þegar hann var í þessu námi og þar sem hann sko alveg útlistar þessar kenningar Björn Sem Olsen bókfestuna og hvernig Íslendingasögur eru sambland af sagnfræði og eða einhverjum atburðum sem gerðs og svo skáldaði í kring og hann bara opnaðist nýr heimur og ný aðferð sem að hann beitir og þetta er náttúrulega svo aðferð sem að okkar samtíma höfundar eru að nota í sínum sjálfsæfisögulegum verkum og það sem er algengari núna en sem hefur bara þetta sem er kallað autofiction á evrópskum málum. Tröllríður öllu. Tröllríður öllu, sko. Þetta er aðal bókmennta gerfið í dag og síðasti kapli í doktorsritgerðinni og bókinu Þórberg fjallar höfunda sem að eru að skrifa svona verk og tengja sér allir við Þórberg beint í verkunum. Besta dæmi er kannski Jón Gnarr í bókunum hans, Indjáninn og
og hérna þessum 3 skáldæfisögum hans, að þar lýsir hann því bara að hann verður fyrir vitrun þegar hann fer á ofvitan og þá hann uppgötað þarna einhvern einstakling sem að hann gat samsama sig algjörlega með og var ofviti en ekki fáviti og hérna, ég held hann orðið að þannig sko, þegar hann fer á þessa leiksýningu ofvitan. Þannig að hann tengi sig svo sterkt við Þórberg að hann meiri sér trúir á tímabili að Þórbergur hljóti að vera pabbi sinn og hérna að því að þeir eru svo líkir, segir hann, sko, það er algjör samsömmun. Jón Kalman gerir þetta líka, tengi sig við Þórberg og aðferð hans, hvernig hann skrifar. Ég er með fleiri, ég er náttúrulega Pétur Gunnarsson. Sem er mikill áhugamaður Þórberg. Já, hefur skrifað hann og að því þú spurði mig hvort að hann væri líkur hérna Virginíu Woolf, að Pétur Gunnarsson hefur skrifað frábæra grein þar sem hann líkir honum við Proust. En það er náttúrulega þetta þríeiki Virginíu Woolf, Proust og James Joyce sem að koma með þetta stream of consciousness, hugflæði aðferðina. En hérna að tengja, já það var reynda fleiri tengt sko Þórberg við Proust, þau skrifuðu hérna hann Atli sem var nú viðtali hjá þér, Atli Antonsson. Atli Antonsson, þegar hann var í háskólanámi þá skrifar hann ritgerð Suðursveitabækur Þórbergs hjá henni Gunnþórunni Guðmundsdóttur og þau skrifa svo saman grein þar sem þau eru að bera saman Proust og Þórberg. Og þetta er náttúrulega alveg ofsalega skemmtilegt, sérstaklega því að hérna Þórbergur þoldi ekki Proust. Það er oftalega ef menn eru líkir. Já, það er svona eitthvað frávarp, sko. Það er oft sagt allavega feður og síni, að feður þoli ekki síni sína þeir eru svo líkið. Já, einmitt. Já, þannig að það er þetta að tengja Þórberg við alla helstu páfa módernismans. Það er það og hann er náttúrulega... Það er nefnir þessi 3 þarna, með módernisman. Því að módernismin, hann verður til eins og þú búin að lýsa hjá henni, það sem að draga saman hérna 2 heimar. Proust líka og Joyce í fer og fer að kynna öðrum heim, svo þetta er að vera millitvekja heima og þetta er eiginlega verður til sem lausn ykkur höfunda á svona tímamótum til þess að verður bara búa til nýjan frásunarmáta til þess að ná utanum stöðuna. En síðan breytist náttúrulega módernismin og verður að stíl, kannski frekar heldur en að sé svona... Já, þetta er náttúrulega mjög erfitt hugtak, hvað er þetta að tala þú ert að tala módernism, það er að tala tímabil eða er að tala stefnu. Það verður svona stefna og stíl sem að kannski missir svolítið svona það er svona það ólgur sem að var í þessum höfundum. Já, þegar orðið bara stíl og eftirherma. Það var þannig greið módernismin. En sko Þórbergur og módernismin, það var svolítið gaman að segja frá því að hérna Davíð Oddsson tók við hann viðtal þegar Þórbergur var áttræður. Það var nú búin að nefna eiginlega öll stórskáldisins. Allavega þá var Davíð í MR og hann fer og tekur viðtal við Þórberg áttræðan fyrir skólablaði og þetta er til þetta viðtal. Og hann hann náttúrulega allir vilja að Þórbergur sé skrítin og tala hérna afturgöngur og drauga og reyna og fara einhvern veginn alltaf í þá átt með samtalið. En svo undir lokin þá segir Davíð hérna hvernig bækur er þetta eiginlega sem þú ert að skrifa? Þetta er skrítna bækur, getur þú sagt eitthvað það er? Og Þórbergur hann svona greinilega er hann þreyttur á svo nennir ekki að tala það, þannig að hann segir ég er ekki móderni eins og menn í dag. Ég er eins og fólk verður eftir næstu aldamót, segir hann. Sem sagt á okkar tíma. Og hvað er mest upp á okkar tíma, það er þessi aðferð sem Þórbergur er að skrifa. En hann sérst hafnar þessu móderna og þá getur við spurt, er hann postmoderni? Og þá eru komin út í ennþá erfiðara. Og líka hvaða móderni er hann að hafna? Er það stíllinn eða
bókmennagreinin eða er það tímabilið? Það einhver leiti það stíllinn. Hann var til dæmis, hann var mjög uppsigað við nútíma ljóðlist sem alveg stórmerkild af því að hann var brautryðjandi í prósa en hann þoldi ekki atómskáldin eða nútíma ljóðlist. Og kannski ekkert síður bara viðfang þeirra og svona heldur en stílinn, sko. Nei. En að því að þú ert að nefna þetta að nú eru allir að skrifa eins og Þórbergur og sömurleitt í Virginia í þessari bók allavega. Já. Hvað veldur því að nú er þetta svona, eru búin að koma með þá kenningu að þetta sé svona tveggja heima fólk. Já. Og þú verður að finna reyna að skilja það, hvað er ég sem manneskja og eitthvað svona fyrirbrigði í þessum tíma og allt í einu það sem að mér er sagt hver ég er, eitthvað þeim virkar ekki lengur, þannig að ég verði eiginlega reyna að sittast niður og reyna að skrifa búa mig til upp á nýtt vegna þess að það sem að mér var sagt áður. Já. Er þetta tíminn sem við lifum í dag? Að við þurfum eiginlega svona á endursköpun hugmynda okkar sjálf okkur. Ég held það. Og ég meina, sjáum við það ekki í öllum þessum smá byltingum sem að hafa þú veist, við erum með þess að sko tungumáli að taka róttakum, breytingum, persónufornöfn og hugmyndir okkar kyn og kynverund og þú veist, við erum að upplega mjög skrýtna ólgumikla tíma en af hverju er skáldæfisagan, af hverju er hún svona... Þetta á tíma það sem er sko þú getur ekki gengið að þér vísri. Já. Heldur þarftu eiginlega að skilja þig. Það sé eitthvað svo í tímanum sem að veldur svona því að þú getur ekki gengið að þessi vísi. Þú ert ekki endilega það sem þú heldur sér. Þess vegna þarftu það. Nei. Það er ekki málið. Og líka þú ert ekki einhver einn. Þú ert margir að það er mjög róttæk hugsun, þú veist, ég meina á 8. áratugnum voru allir að reyna að finna sitt identitet og reyna að skilgreina sjálfan sig en kannski þröngt, sko. Ég geti dregið inn enn einn höfund sem er einn af mínum uppáhaldshöfundum, Karin Blixen, að hún skrifaði, sko, Be more than one, sko, vertu fleiri en einn og eina hennar frægustu smásögum sem hennar smásögur voru alltaf, þú veist, 50-70 blaðsíður, sko, lýsa konu sem að margir menn hafa kynnst og svo lenda þeir saman í mér minnir eins og hjá Agathu Christie óveðri á einhverju stað og þeir fara að segja frá konu sem þeir hafa kynnst og það er nunnan og hóran og hinn og þessi sko mjög söngkonan sem misti röddina og svo sko undir lokin uppgötuðum maður þetta er allt sama konan og þannig að þetta að viðurkenna okkar mörgu ólíku identitet sko eftir því eða okkar mörgu ólíku hlutverk getur við sagt sko að vera ekki að reyna að þrengja okkar identitet, það er kannski eitt hluti af þessu. En er þá ekki svolítið samtíminn að reyna það? Þú talaður íróníuna og írónían er í vörn sko því að það þarf alltaf að vera svo bara klift og skorið, augljóst og þetta setja merki með á það. Þannig að kannski þessi vandræði höfundana að skrifa sig í nútímanum er kannski afleiðing af því að umhverfið okkar er frekar að gera okkur einfaldari og þrengri og leyfa okkur ekki að vera mörg. Já, finnst þér það? Það getur... Þannig að heyra það í umræðinu. Já, eitthvað svona rétt trúnaður þá. Írónían allavega er ekki undir, hún er undir sóttaðinni. Já, en það er eitthvað ólga hann í gangi, eitthvað gerjun, sko. Og líka eitthvað mikill kynslóðamunur. Já. Nú til dæmis ungu róttæku konunum, þú veist, ég meina ég á dóttur sem er 27 ára og það er erfitt stundum að tala við þessa kynslóð feminisma af því að þeirra hugmyndir eru það mikið öðruvísi en okkar og okkar sem eru konar yfir 60, sko, að
varðandi eldfimm málefni eins og kynferðslega áreitni og hvað má ekki og þannig að það eru árekstrar og ólga þarna, einhver svona tvö hugmyndakerfi að takast á og við kannski þessar, þær eru bara róttækar en við. Það tóku bara hraðskreiðari lest og bara farnar. Já. Það var spurningi hvort að þið séu gamaldags eða hvort að þið séu heimar sem einhvern veginn lifi saman. Já, endar þetta ekki alltaf í einhverju sko, er þetta ekki alltaf svona tveir aukar sem að Hvað segir Hegel? Ég veit ekki það. Já, hvað segir Hegel? Ég er nú bara að gleyma þessum hugtökum, tesa, antitesa og syntesa sko. Það vantar það kemur eitthvað út í því. Það er Sofía, við leysum ekki ráðgátu samtímans. Nei. En þeir sem hafa áhuga á því að þeir ættu kannski að lesa 80 ára gamla bók sem að hjálpa okkur til að skilja tíman í dag. Og helst báðar. Já. Það er Orlando sem að koma út fyrir 5 árum. Ekki? Jú. Herðu, Sofía, auður kærlega fyrir að koma hingað. Já, takk fyrir. Við verðum með rauðaborðið aftur á morgun klukkan 8 og þá höldum við líka áfram að ræða um bækur og það er líka bók sem á sínum tíma var innlegginn í Feminisman, Gift eftir Tove Ditlevsen sem að Þórdís Gísladóttir hefur þýtt upp á nýtt og Þórdís ætlar að koma hérna og segja mig frá ekki síður áhugaverðum höfundi með merka ævi, heldur Virginia Woolf, heldur líka bók sem að hafði mikil áhrif á sínum tíma og ég ætla að spyrja hana hvort hún er erindin í okkar tíma. En ég þakka gestum mínum kærlega fyrir að koma hingað, hlustundu fyrir að staldra hérna við og býð ykkur góðra nætur.